Í þessari viku mætti Gísli Ásgeirsson í heilinn. Gísla þekkja flestir í dag sem talsmann auðmannsins Jim Ratcliffe sem hefur verið aðsópsmikinn í jarðakaupum í kringum Laxveiðar og Norðausturlandi. Gísli á sér þó lengri ferill, veiði, leiðsögumennska, leigutaka. Við förum yfir þetta allt saman og spyrjum hann erfið spurninguna Ratcliffe á Íslandi. Njótið. Leyfi mér að fullyrða að í engri annarri veiðiverslun getur þú gengið að jafn víðtækar veiðiþekkingu afgreiðslufólks og hjá þeim Dodda og Gunna. Verslað við veiðimenn. Bílasala Reykjaness sem fyrr með okkur og erum við þeim mjög þakkláttir fyrir stuðninginn. Fylgið þeim endilega á Facebook þar sem þeir eru duglegir að hendi bestu bitunum. Gísli, velkomin í heilinn. Takk fyrir. Takk fyrir að gefa þér tíma og mæta þetta til okkar í smá spjall. Takk fyrir að bjóða mér og ég bara mjög spenntur. Búið hlusta mikið á okkur, frábær þáttur. Já, ok, takk fyrir það maður. En hvaðan kemur veiðidallan hjá þér? Já, ég er garbaðingur. Já. Ég flyt þangað 5 ára og þar er lækur sem að hefur búið til margan veiðimanninn. Þessi lækur er eiginlega bara fastagestur í þessum þáttum hjá. Já, það er Garðabærin og Hafnarfjörður. Ég held hann heitir Hraunsholtslækur eða Vífilsstaðalækur, svona man ekki alveg, en það er sem sagt þar byrjaði maður að dorga með maðki undir bökkunum og veiða bleikju, svo færði maður þessu upp í Vífilsstaðavatn þegar maður þroskaðist aðeins. Þannig að þetta er svona það sem byrjaði hjá mér og svo bjó hjá mér í sömu götu mikill veiðmaður sem er nú fallinn frá sem heit Garðar Svavarsson sem að ég horfði svolítið upp til og svo fór nú pabbi að kaupa veiðileyfi því ég var úlingur þannig að maður svona þróaðist út í þetta og ég held ég hafi veitt fyrsta laxinn í Haffjarðar á 12 ára 12 eða 13 ára, það er til mynda mér í lopapeysu okay. með 2 ára lax dauða náttúrulega og alveg yfir sig stoltur. Geggjað. Og verður þú strax svona, hvað maður segja, ástfangin af laxveiðinu og svona þessari stemmingu og lífstíli kringum þetta? Já, ég var alveg, hjá mér er þetta fíkn, sjúkdómur, ég viðurkenni það bara alveg. Sem betur fyrir hef ég ekki þurft að börnin hafa fengið matinn ég hef látið það ganga fyrir en það liggur við að maður hefði keypt veiðileyfi frekar en að brauðfæða fjölskylduna eins og alvöru fíklar gera menn alltaf kannski þekkja og svona þeir sem eru yngri og sem eru stór hluti okkar hlustendahóps þekkja alltaf fyrst og fremst fyrir þess að tengingu við Jim Ratcliffe og þessi verkefni sem er í gangi fyrir austan. En þú ert náttúrulega ert gamall refur í leiðsögumennsku og leigutöku og allt miklu fyrir þetta. Já, ég er að nálgast 60 og lítur bara svona vel út. Og ég er búin að vera í þessu frá 20 eiginlega í tengdur við þetta. Ég byrjaði bara upp úr 20 sem leiðsögumaður og var svo heppinn að geta unnið á sumrin við þetta og svo fórum maður að stússa í að selja veiðileyfi og maður er búin að fara alls konar hringi og upp og niður og það hefur verið dalir og fjöll í þessu eins og gengur og gerist og þannig að ég er búin að vera ógeðslega lengi og verið ógeðslega heppinn að fá að starfa við þetta því að fá að vera úti allt íslenska sumarið fá að vera við átnar og það að svala minni fíkn í þessu við skulum bara kalla það sem það er að það hefur verið alveg stórkostlegt og ég verið heppinn það er ekkert annað að segja. Byrjar í þessu hjá Ásgeiri Heiðar í Kjósinni eða hvað svona? Nei, ég var nú búin að vera hjá Palla í Polaris aðeins álus í Kjósinni og svo var ég líka búin að vera aðeins fyrir austan í Vesturdalsá, ég hafði dottið þar aðeins inn. En svona fyrst fyrir alvöru rétt fyrir 2000 þá fer ég
að vera hjá Ásgeiri Heiðari hérna í Kjósinni svona allt sumarið sko, þá var maður svona 40-60 daga yfir sumarið og hérna og svo í framhaldi fór maður að vera í Norðurá og svo aðeins upp í Kjarrá og Þverá og svo í hinum og þessum Langá og svo fyrir austan Ég mitt var að ræða við hann Ásgeir daginn, Heiðar, ég er náttúrulega mikið búin að suðja honum að reyna að koma honum hérna í viðtal en hann er eins og þú veist þrjóskur getur verið átt, erfiður í taumi en við vorum að reyfið upp sko, það er ótrúlega mikið að framúrskarandi veiðumönum og gætum sem að koma út úr þessum tíma þarna í Kjósinni og það er náttúrulega nokkri komið hér, Halli og fleiri sko. Já, Sigurbrandur og fullt af veiðumönnum sko, það var nú svona oft talað það þarna á kjósatímanum að það þurfti svolítið að hafa fyrir þessi í Kjósinni það var, þú veist, það komið þessi vastlausu ár og þetta var alveg erfitt og svo voru að koma í Kjósinna veiðimenn bæði af erlendir og innlendir íslenskir og erlendir sem voru flinkir líka, og þá er ég að tala flinkir flugveiðimenn það sem og við vorum svona ungir og graðir og pikkum upp það sem þeir voru að gera menna það mun allir eftir í fyrst þegar Kópiling voru að tala stripp og smáflugur í Kjósinni, það svona byrjar þar eiginlega, þó hafi náttúrulega örglega verið einhvers staðar annar staðar líka en það var svona, þú veist, það voru margir farin að tilenga sér það kemur þar og síðan komu þarna erlendir gætar og sem voru flinkir kastarar og þannig að þetta svona ef ekki að segja þetta hafi verið svona svolítið pottur það verður svona einhver gróðrastíga sko og náttúrulega frísvæðið bara erfitt skilur, það þurfti að finna upp nýja leiðir, það var ekki að bara og það er verið ennþá að finna upp nýja leiðir það er ennþá verið að finna upp nýja taktik til þess að það var alveg furðulegt í Kjósinni til dæmis að við vissum að það kom inn á göngunum á vorin í göngunum, vorum að sjá sjóbirtinga og þeir voru að veiðast eða húkaðist í þá í Kvíslafossi eða Laxfossi en þeir tók ekki neitt svo bara byrtistur upp á Frísaði það var allt í einu Álabakkarnir 40-50 sjóbirtingar í Álabakka þeir þurfti allir að fara í gegnum Kvíslafoss og Laxfoss en það var ekki eitt fiskur sem tók sko, þeir bara fóru í gegn og þetta er ennþá svona og svo er náttúrulega búið að vera alls konar snillingar að reyna að finna upp leiði til þess að fá það til þess að taka Já, þeir eru nú þeir liggja nú yfir þessu, ég held að sé svona ennþá svolítið stemmingan í Kjósinni sko, ég er nú nokkuð sem gæta þarna og þeir sem eru þarna allt sumari Sippi og Hrafn og Skúli og félagar þeir svona eru vakandi svoandi yfir þessu, en það er þetta bara erfitt Þetta er snúið það er ennþá vastlist í Kjósinni sko, það breytist ekki neitt það var oft þannig að þá voru 10 stangir að veiða þegar útlendingarnir voru að nefnir bestíman og allt orðið vasslaust og áin hefði kannski hæðist borið 6 stangir það voru 10 og maður var að gæta 2 stangir og það voru kannski á svæðinu sem maður átti fyrir utan frísvæði sem var alltaf miðsvæði var alltaf frísvæði það voru kannski 1-2 staðir sem voru inni út af vatni og maður átti séns sko fyrst í hverjum hálfleik ef að flugan lent á réttum stað og driftaði rétt yfir hylinn þá áttur þau séns sko en ef að línan fór yfir eða var í kuli eða taumur rétt ekki úr sér eða eitthvað þá var þetta búið þetta var bara svona og þetta tók á taugarnar ég held að þetta mest æft mig í sem svona mannesku að sko að fyrst að hafa þjónustulundina og geta brosaði gegnum þetta og svo hafa þolinmæðina að spark ekki í viðkomandi þú veist að fyrir að klúðra eina sensinum sem var mögulegur þann daginn ég man við fyrst get sem var að fara upp í Kjós gæta þá með hóp sig að vera með annar staðar í nokkur ár og benti Halli mér á átti ekki glæra línu eða hvað er þetta að tala um hann Indimítið sem kom út fyrir 20 ára síðan og ringa sig endalaust og óþolandi einhvers staðar í kompi tattar hann með, þá var það sko þegar gæðnir, hann vissi að gæðnir var ekkit fullkonni kastarar sko þá var því glær lína á Kjósin, það er hvergi annars staðar við notuðum þetta ég meir þess að ég man ekki hvort þið muni eftir það var svona svolítið
tíska að vera að klippa saman límur hérna á tíma, svona skothausa og svona setja rönning sko. Ég klippti saman nokkra hausa svona af, keypti sko, með minni hafi keypt bara númer 9 eða 10 í glerri eða 9 sennilega og klippti þær og trimmaði saman við bakking svo maður gæti haft svona 6-8 metra af glerri línu og haus. Og svo bara tengt í undirlínu. Já, svo bara tengt í undirlínu. Þetta var mikið þeng hérna svona 2000. Já, það voru alls konar speglum, svo var maður orðinn hundleir og hafa þessi samskeiti öll og allt það. En þetta, og svo alltaf verið að finna upp eins og þið vitið í þessu veiðbransa, það alltaf verið að finna upp á hverju ári eitthvað sem okkur bráðvantar ekki. Og þú veist, og við hjálpum allir á að kaupa alltaf eitthvað nýtt og þetta fyrir hringi og svona. En það gaman að því. Ég helvítið sáttur með ég og Birkir vorum að koma hérna úr einhverju smá sjóbrytisveiði og þar veitum við á einhverjar púpu sem bara svona vennileg púpa en það voru svona gúmmilappir á henni sko. Þannig að Instagrami á mig logar maður, ég bara veskið að vera feita að selja einhverja gúmmilappapúpur sko. Trú allir að þeir get ekki veit sjóbrytingleikur að vera með þetta sko. Þeir eru náttúrulega búin að veiða sjóbryting í Argentínu og röbbeleg sko, bara í áratugi. Já, algjörlega, það er ekkert nýtt undir sólinni sko. Nei. En hérna, þú svona einmitt, eins og talaður hérna áðan, þú veist, það kemur að leigutöku, það eru hæður og læður í því, það þekki allir þetta hrun og þú svona fer meira að einbytta þér að vera fyrir austan. Með Orra og félögum í Streng og Jóhannesi og... Sko, Jóhannes, vinur minn og félagi er mikill örlega valdur í mín lífi. Við kynnumst 96 og strax í kjölfari förum við að svona hvað maður segja, sína þessu áhuga og svo þróast eitt af öðru og við endum inn í Streng, veiðklúbbnum Streng sem að og svona kannski á þetta snerta kannski á þeir sem að vita ekki, Jóhannes var og er svona hvað maður segja, hann fjárfesti mikið í jörðum sem komu að þessum laxveiðum, hann var í Þvera og Langa og víðar í rauninni sko. Já, í Laxádalnum og svo hérna fyrir austan og við fyrum að vinna með Orraheitnum og í Streng og Víbli og þessum gömlu félögum okkar og ég svona sko ég veit ekki hvernig, ég ætla ekki að vera hrókafull, ég ætla að reyna því að stundum á ég alveg tendens að svona missa mig í það alveg, ég ætla að reyna að vera sko, en mér finnst svona í gegnum tíðina þá hef ég svona einhvern veginn þróast sko frá Vesturlandi í Norðurlandi og endað svona þarna fyrir austan og hvort að það er nú tilviljun eða svona eitthvað en það sem að við rökraðum ekki smekk Gísli nei, en sko þú veist, ég er algjörlega hlutdrægur í þessu að finnast ég hálfpartinn heima þarna en það verður heilla með þetta mikla vatn ekkit endilega sama fiskmagn og hefur á Vesturlandi en stærri fiskar og stundum ofboðslega challenging og svo stundum alveg ofboðslega rewarding eða hérna og við sem sagt þegar ég kem hana og byrja að vera hana, ég byrjaði fyrst í Vesturdalsá og svo fór ég að vera í Selá og Hofsá og Hafralónsá og Miðfjörðá í Bakkafirði og þetta er svo ósnert það er engin þjóðvegir á bökkunum þú ert bara on your own hana við þessar ár veiðisvæðin hrikalega stór og löng, þú veist með marga hylji og stóra og tekur marga klukkutíma að veiða þetta, ekki marga klukkutíma það tekur langa tíma að veiða hvernig hil eins og kemur inn á við kjósuna 10 stangir í 6 stanga sko. Það er ekki alveg þannig allstaðar Já sko, kjósin gat alveg verið 10 stöngum í sínu rétta ljós fullu tungli sko. En og þetta er svona öðruvísi og fyrir veiðimann eins og mig var þetta miklu meira spennandi og eins og ég komi aftur að því þá fyrir við að vinna með Orra heitnum og við eignumst hlut í Streng sem þá var svona var verið svona verða kynslóðskipti í og það er löng saga að segja frá öllu þessu sem þar fór í gegn og enda með við byggjum hann nýtt hús og
og hérna, svo kemur Gene Radcliffe inn í þetta og þú veist, og þetta heljarna saga. Þeir eru búin að byggja húsið á hann kemur inn í þetta. Já, við byggjum, við ætluðum, svolítið skemmtilegt, sko, við vorum komnir með húsið í hérna, við vorum byrjaðir 2008, það var búið að gera kjallarann. Já, einmitt. Og það var þannig að við áttum pening fyrir kjallaranum, við veistum ekkert, svo ætluðum við að taka lán fyrir restin af húsinu. Já. Og svo gerist það bara, okkur ráðlagt að okkur sagst okkar, það eitthvað hérna, það eitthvað skrítið í gangi, býði nú aðeins með að taka lán, það svona á meðan við komum þessu í lag, þannig að þessu ókýr sem á fjármálamörkuðum, sko, svo bara gerist eitt stykki hrun og við bara lokum byggingunni. Já. Og hérna og við höldum áfram að vera í Hvammsgerði og hérna, og það var ekkert við því að segja, menna, sem betur fer vorum við ekki búin að taka lán. Nei. Það hefði farið illa, mjög illa. Var það samt ekki þannig á þessum tíma að þú svona margir stóri kunnar stóðu með ykkur og keiftu jafnvel fram í tíman og fjármagnuðu það að húsið klára? Jú, svo gerist það, sko, að hérna, og þetta alveg sann saga, því að hún fer ekki gegnum neitt, ég veit það bara frá fyrsta hendi, og það gerist hjá mér, að við vorum í gamla Hvammsgerðishúsinu sem hafði sinn sjarma, og 2010 erum við þar 2 árum eftir þetta og þar ég með veiðimann sem búin að vera okkur mjög hliðallur og þá var annað klósettið, þetta var svo lítið, það voru 2 klósett í húsinu, sko, uppi og annað var bilað, sko. og hérna og hann segi Gísli, akkur byggi ég þetta nýja hús, sko, ég held ég að vera 3. á klósettið eftir hádegismatinn, sko. Og hérna, og ég segi svona bara... Svona hljóð myndi ekki alveg að fara saman hann. Nei, en þetta bara satt, þetta var svona og hérna, og þið geta alveg kliftið út eða viljið, en þetta var svona og ég segi að, sko, við getum ekki tekið að láni og það allt í volli hérna heima og þú veist, og gjaldirinn allir rugli og eitthvað og þá verðum við upp svo hugmynd að við náum saman hópum til þess að kaupa hérna bara heilar vikur í Selá 7 ár fram í tíman. No. Og hérna og ég með hann í bílnum og Jói var þá að vinna við Laxastigan sem var gerður í Efrifoss. Já. Við keyrum upp yfir og segjum við Jói að komin hérna hugmynd, svona getum við klárað húsið og fjármagnað þetta og 2011 förum við bara stað og 2012 húsið tekið í notkun. Þetta var bara gert, já, þetta glæsilegt hús, þeir náttúrulega fengið lofurum veðilegi, fá klósettin sín og fá náttúrulega líka þessa fjárfestinga leið Seðlabankans á þessu tíma og þar að leiða smá afslátt af því sem kom inn og þegar losnaðu að taka lán og bara vinn já, og bændur eiga þetta, allir landeigundur eiga núna hérna, þetta glæsilega hús þetta, sko þetta tók á já, þetta var alveg töff og það var sagt, fyrir bændur líka að fara í svona stórt hús og allt þetta tók alveg á, sko. Sko ég man eftir þegar þetta hús verið að byggja það og klára það og taka það í notkun. Þetta þótti eiginlega skandall hvað þetta var stórt, íburðamikið. Þannig náttúrulega það verið að byggja þarna hús ekki fyrir kannski veiðsvæði Selá eins og það var þá, heldur kannski eins og sín var það yrði þegar leifstæðir og allt komið nýja stíinn og já, þetta sko það alveg göngutúr og vöðlugeymslinu í herbyggið, sko. Það ekki alveg orðað þannig. Sko, það alveg hérna hægt að segja það hafi ekki allir alltaf sömu sín á því hvert hlutinir eiga að fara. Við fengum alveg erlenda aðila til okkur sem komið til okkur og sagði við viljum hafa þetta eins og þetta var. Já. Það var alveg svoleiðis og hérna og við getum komið inn á það endalust að það eru alla breytingar í svona mæta alltaf ákveðnu svona það verður alltaf erfitt að koma breytingum í gegn. Ég bara eins og þú sagði sjálfur, hitt húsi hafið þú sinn sjarma. Já. Bara annan sjarma. Þú veist, klárlega og hérna en sko við horfum á fullt af hlutum gerast, ég meina
við erum með trófílost hérna austur í sveitum, við erum með hérna deplar fyrir norðan, það er verið að byggja við Grenivík núna nýtísku hérna hótel sem verður hrikalega flott. Þetta var bara, sáum við í spilunum. Þetta myndi koma og hérna minna, þetta hefur hjálpað að gera Selá að því sem hún er í dag. Minna, við getum rökrætt hvernig á að mæla gæði í einni veiði á, en sannarlega fyrir veiðimenn að þá er aðstæðan einn punktur í því að búa til hérna svona aðbúnað umhverfi fyrir þessar veiðiár, og við höfum alltaf horta á þannig, það var alltaf hjá okkur Jóa, fyrst og fremst markmiðið var að við þyrftum að vera með aðstöðu sem var í sambóðin veiðinni. Ef að veiðinni 5 stjörnu, þá þarf hótelið eða húsið að vera 5 stjörnu líka. Það er ekki hægt að bjóða upp á 1 stjörnu veiði og 5 stjörnu hótel, það gengur ekki. Menn hafa reynt það og svo vice versa. Það var alltaf okkar markmið að væri svona í takt, og við vorum sjálfur búin að fara svolítið heiminn og prófa að veiða annar staðar. Fórum til Seychelles, við fórum til Suður Ameríku, við fórum á nokkra staði, við fórum í Karabíska hafið, og allstaðar var þróunin í þá átt að aðbúnaður fyrir veiðimennina var alltaf að verða betri og betri og betri og betri. Meiri þjónusta, meiri gæði, hérna upplifunin af ferðalaginu er hérna, þú veist, að aðbúnaðurinn sé upp á hið besta. Ég á einmitt góðan kunna sem að reykur sjálfur veiðihús í Kanada sem að er, þú veist, stílhett og salmón eða svona kyrrafslags á sumrin og svo heliskíing á veturna, sko, og maður hefur verið með hann hérna í það sem að við Íslendingar köllum flott veiðhús, hérna, okkar flottustu veiðhús hérna á Vesturlandi. Já. Hann sagði þetta bliknar í sambröðu kannski það sem að ríkir Amerikanar eru vanir í Ameríku, sko. Já. Það er nákvæmlega sama og við heyrðum, og þegar Radcliffe kom og við vorum svona svolítið spertir, og ég var svolítið með kassan fullan lofti, sko, og sagði að við erum nú rosalega flott veiðhús hérna, og þá sagði Radcliffe, ég ætla að bjóða ykkur hérna í heimsókn til Bretlands, og bauð okkur í sko gömul flott lots í Bretlandi, og þá, þú veist, við þurfum bara að standast þennan samanburð. Og við erum að gera það, og það er verið að gera rosalega góða hluti í mörgum ám. Og hérna það er svolítið ennþá líka verið að byggja á nokkur nýlega veiðhús sem að nefna eitthvað sem maður kemur inn í og maður er svona, er ég að gangin í heimavistaskóla eða veiðhús, sko? Já, sko, þetta snýst metnað. Og það snýst hérna hvert ætlar að fara með þetta. Menn þú getur alveg, sko, búið til aðstöðu sem er eins og heimavistaskóli, og þá er að bara virka sér þannig. Og það fer vel alla á. Já, sko. Öllum er lít og geta sofið og fá að borða og allt það, sko. En það er ekki það sem við vorum að fara í, sko. Við vorum að búa til aðstöðu þar sem að þú getur komið inn og hérna, og ef þið nennir ekki að fara út að veiða eða langar að hvíla þig, þá getur þú setið inn og haft það gott og lesið bók eða gert eitthvað annað, eða farið og bara slakað á. Veiðhúsið partur af upplifuninni. Nákvæmlega. En þið hafi líka ekkert verið feimni við það, og það hefur kannski nuttað íslenska veiðimenn bara alls konar að hérna, þetta þið eruð að stefna á hæsta brakkið, dýrasta luxus kunnahópin. Já, ég er veiðmaður. Ég hef ekki efnaði að fara í Selá. Nei. Þú ætlar að vera Ferrari inn í bílaðumbóðinu. Já, ég held ég sé að vitni í þig. Já, sko, hérna, það er bara þannig að ég mun ekki hafa efnaði að gista á dýrustu hótelum allan heim, og ég mun ekki hafa efnaði að fara í dýrustu snekkjum allan heim. Það eru bara staðreyndir í málinu. Hins vegar teljum við að við séum með Ferrari, eins og þú segir, þarna. Og við getum sko fært upp í Lotus eða ef hann er betri eða hérna, eða sett nýja stereogræður í Ferraríin eða eitthvað. Ég veit ekki hvernig maður leika okkur með það. Ég skil alveg þessa frústrasjón. Ég meina, mér langar að veiða. Ég hef gaman að ég að fara að veiða ennþá og það er það sem drífur mig áfram.
ég alveg, núna ég sko farin að færa mig að fara meira í silung og við eigum þú talar að hefði verið sjóbirting áðan, við eigum sko óplægðan akur Íslendingar að veiði, það sem sko biðröð í annar staðar, í sjóbleikju, í sjóbirting, í vorveiði, í haustveiði, í strandveiði jafnvel, sem enginn að nýta. Ég sjálfur að fara að veiða í sjóbirting og haustin og svona og í veiði og öxlum hjá okkur stundum ef að ég kemst í það. Þannig að ég skil þessa frústrasjón, en við allavega hjá Veiðiklúbbnum Streng, við erum allavega að reyna að bjóða upp á það að geta boðið öllum allir í greiðslu getu, ef við getum orðað svoleiðis, eða vera með breiða línu af veiðileyfum og og að ég nefndi að ég hafi farið í sjóbirting til Argentínu, það nákvæmlega sama í gangi. Þú getur farið í sjóbirting í Argentínu sem kostar $2,000 dagurinn og þú getur farið í sjóbirting sem kostar $700 dagurinn. Sama geldir í saltwater. Það boðið upp á þar, sko ég held að Seychelles komið dýrast í yfir $2,000 dagurinn. Þannig að þetta allstaðar að fara í þessa átt. Menn, eigendur og þeir sem að reka þetta sækjast í það að fá sem mest fyrir sína operasjón og það svo þannig í þessu og endan þótt að við séum að tala veiði sem áhugamál eða fíkn eins og ég kalla það og við séum að tala það sem skemmtan, þá þetta á endanum business. Verðin eru búin til af eftirspurninni. Alltaf að halda því fram að ef að við borgum ekki landeigandum besta verð sem þeir geta fengið, þá fær bara einhver annar þetta og það eru hardcore facts í þessu, dæmin sína það, við erum ennþá að fá inn alls konar sprengi tilboð eins og við þekkjum og allir veiði með þekkja og kemur í okkar mídíu eða kemur í blöðunum þegar þessi sprengi tilboð að koma í árnar. Það ennþá til fólk sem mjög eða aðila sem vilja reyna að gera betur og borga meira og það að meðan þetta bara opin markaður, þá verður þetta svona og þeir sem að taka á og leigu og borga mjög, ég ætla ekki að segja uppsprengt verð en borga, treysta sér hærra heldur en hinnir borga það sem þið þó bjóða borga sem þið bjóða, þá verðar að selja þetta til þeirra sem eru tilbúin að borga þau verð sem endurspegla leiguna og það bara staðreyndir í þessu ef við gerum það ekki eins og ég sagði á hann, ég bara ítreka og við höfum lentum í því með Hafralónsá, við vorum með hana og við vorum ekki tilbúin til þess að hækka leiguna þar og þá fengum bara aðrir hana og það bara hefði eðlilegasta mál. Já, það náttúrulega alltaf einhver hringrás í þessu, ég meina Stangveiðifélagið bauð þótti mönnum hátt í Straumfjarðará, reyndi það í 2-3 ár, skilindi bændana, þú veist, og bændurnir fara þá bara að leita nýja samninga og þá markaðurinn búin að tala á allan einhvern nátt, sko. Já, og þetta eru leikreglunar og einhver sagði, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Það bara svo leis og þetta brutal business, þetta Við erum að keppa og það hardcore og við erum markmið okkar alveg skýrt, við erum búin að vera með það leint og ljóst, við ætlum að vera bestir og við höfum ákveðna mælikvarða í því hvernig að vera bestur við erum búin að setja okkur takmark að hafa lágmarksveiði og stöngu okkar svæðum og reyna að stýra því fjöldastanga og dreifingu og veiði álægi og veiði stýringu ef við getum. Þannig að allir þeir sem koma til okkar og að borga ákveðin verð fari ánægðir. Það eina leiðin til þess að við getum tryggt áframhaldandi rekstur og hugsanlega getum borgað það til bænda og landeiganda það sem best hverju sinni, það að kunnarnir okkar séu ánægðir. Ef að þeir kom ekki, þá kom enga tekjur. Nei. Nú sko, við ætlum að fara aðeins í þetta
hann Jim Ratcliffe á eftir, mér langar svona áður en við förum í það að svona, þú veist náttúrulega Orri og Strengur mikil saga, þessi uppbygging öll í Selá þú veist, hún byrjar ekki með Jim Ratcliffe eða, alls ekki og þessi hugsjón og þetta hús og allt. Nei, ég meina Veiklúburinn Strengur er búin að vera til var 60 ára á síðast ári og þar eru margir og þetta fyrir þetta stangafélag held ég þetta sé örugglega eitt af elstu félagunum í þessum bransa. Það er mikið vatnrunnandi sjávar í þessu og var fyrst svona hobbyfélag, bara félagur sem kom saman að leigja vatnasvæði. Og var mjög algengt á þessum tíma. Já, og fullt til af þessu. Svo sporður sig að með kjarra og Þistlar Laxárfélagi út allt. Það var ekki, menn voru ekki endilega beint í business, það voru menn sem voru í öðrum business og það hefur verið í þessum bransa ótrúlega sexy að vera með á og leigur. Það er stöðutókn. Já, það er bara flott í koktelpartíum að standa upp og ég leigutakja hinn og þessu það er bara verið í gegnum tíðin og það er bara vel, það er ekkert að því. En Orri var náttúrulega fremstur meðal jafningja í því að byrja að innleiða svona veiði takmarkanir, hann var fyrir að veiða og sleppa, hann var vendun á sinni, hann var hans uppleggi í þessu var að kaupa upp netalagnir í sjó. Já. Og það var gert í Selá og það voru netalagnir þar út með firðinum sem voru keyptar upp á sín tíma og Rafn Haffjörð heitinn var öflugur í því og ég einhvern tímann vonandi koma út hans minningar, þær eru til í bókar svona drafti. Okay, það var mjög áhugavert sem að Jói sonur hans á og ég fengi að glugga svona þess í og það er meðal annars sagt frá uppkaupum á netalögnum og það er rosalega löng saga og væri hægt að gera bara heilan þátt Strengs söguna og allt það sem þar er á undan gengið. Þannig að það að við séum á þessari leið sem við erum í dag er engin tilvíljun. Þetta er bara svona og það er svo oft í þegar svona félög eru komin á þennan stað þá er eitthvað sagt að það hafi verið tekin einhver svona stefnumótandi ákvarðanir fyrir 30 árum síðan. Það var ekki. Þetta er margir þættir sem koma saman. Þetta eru málamyndanir sem hafa verið gerðar Strengur á sínu tíma þegar ég kem inn í Streng þá var fundur mánaðlega með öllum félögunum og ef maður myndi upplýsa fundagerðarbækurnar þá menn gaman að lesa það það var virkilega tekist á maðkaveiði, spúnaveiði, þetta, hitt, aðbúna og allt þetta og þetta er sem sagt ólík sjónarmið sem koma í þarna tímana hóp það sem var virkilega tekist á þetta og niðurstaðan úr þessu er alltaf, við erum alltaf að færast í þá átt sem að er óumflýjanleg að við erum að takmarka auðlind sem þarf að stýra aðgangi að. Þetta hefur breyst úr því að menn eins og hringdu og fengu veigilefi og skjótast í það að þetta er bóka mörg ár fram í tíman. Og svo var það ég man nú eftir Strengs heimasíðinu fyrir, 10 árum síðan, þá kom bara stóð Selá by invitation only. Já. Og það var Orri hann var snillingur og líka samt svona, vissum að kannski það var ekki það var ekki 100, það var ekki hver einasta stöng selt endilega, en þetta var svona partur held ég að markasetningunni að skapa þessa dulúð og þetta væri eitthvað, þegar þeir eru boðið þá verður að stökkva það, þannig tækifæri mig til að komast til Selá. Já, það var ég meina það er búið að vera þannig undanfarn 10 ára, það er ekkert af præminu til sölu það er ekki hægt að komast í það. Nei. Þannig að þetta er ekki okkur að þakka hvernig þetta er í dag. Nei. Þetta er keðja sem er með fullt af hlekkjum og væri ekki þarna ef einhver hlekkur hefði brostið Þetta er greinilega svona hugsjón ástriða.
við höfum blessalega geta rætt okkur alltaf í gegnum öll málefni og komist að einhverjum niðurstöðu og þróa þetta áfram hægt og bítandi og það þegar þú nefnir invitation only auðvitað stýrði orðið því svolítið hverjir komist í ána ef það var einhver sem að svona fittaði ekki hópin þá kom hann ekki. Nei, þú varst kannski með eitthvað gömul bresk hjón, þú veist, gömul bresk hjón og svo eitthvað fjármálafyrirtæki að reyna að fara á fyllir í, þú veist, þá... Það gekk ekki saman. Nei. En Jim Ratcliffe, hann kemur, fyrst til Íslands 2012? Já, hann að koma upp úr, hann byrjar fyrst og kemur í Aðaldalinn, í Aðaldalinn gegnum Morra og svo kom hann í og var veit í Hafralónsá og Sela og saman og ég var svo heppin að fá að vera gætan á þessum tíma og það tekst bara á með okkur vinskapur eins og gengur að gerist í svona og hann gerir fljótlega samningum kaup á viku við okkur fyrir sig og sína vini og hverju ári þá eykst áhugi hans á að veiða lax og ég fyrir náttúrulega að segja hann frá því að þetta sé nú ekki alveg gefið, ég meina Skotland sé að niðurleið og Noregur sé á niðurleið og ég fyrir að segja hann þá staðreind að ég meina 70% af laxinum í Norður-Atlantshaf hafi verið horfið og mér finnst því ekki haldi nóg á lofti að þó að við búum við allsnættir hvað varðar lax að þá þú veist, ef að þessi lífvera væri einhvers staðar á landi og það væri 70% af henni farið þá þetta sett í vendarflokk og væri ekki verið að strá eldisfiski í kring í stórhættu við þetta og alls konar í kringum þetta þannig að ég fór að tala þetta við hann og hann orðin rosalega heitur í þessum málum og fattar strax við erum með eitthvað í höndunum þar sem að þarf að passa og halda utanum og setja í bómul og við þurfum að tryggja það að við getum skilað þessu til okkar að barna og barnabarna í ástandi helst betra ástandi ef við erum að taka við þessu og þannig hefur þetta þróast og hans jarðakaup í kringum þetta og landakaup hafa mestuleiti snúist það að geta tryggt það svolítið að við getum og ég get komið inn á því svolítið síðar en það svolítið snúið menn ég held að flesti vitur hvernig hagar til með veiðifélög og ákvarðanatöku í þeim en ástæðan að hluta til fyrir þessu jarðakaupum og stórun hluta til þess að geta tryggt það að þessar áætlanir uppbyggingu og verndun að þeim sé hægt að koma þeim í framkvæmd og til þess þarf að hafa styrka stoðir í veiðifélögunum landeigendur bændur sem eru við þessar ár og hafa átt þessar ár þeir eru orðnir þannig í dag að þeir þurfa að reiða sig á þessar tekjur af þessum auðlindum og ef að við sem erum í hobby veiðiskap ætlum að fara að rýra tekjurnar að því að við ætlum að fara að sleppa lögsum eða grafa hrogn eða þú veist, gera rannsóknir vísindalega rannsóknir eitthvað svoleiðis þá þau bara peningar ekki til staðar það ekki afneinn að taka þannig að það hefur verið stóri hlutin í þessu að geta tryggt það að við getum dælt þessum peningum og það verið að dæla peningum bókstaflega í þessar ár þetta ekki að öll þessi verkefni sem eru í gangi í kringum þessar ár eru ekki einhver sem að fara að skila einhverjum tekjum tilbaka í samræmi við það sem við verið að setja í þetta Nei. Þannig að þetta eru fjárfestingar í framtíðinni fyrir komandi kynslóðir alveg sama hvað hver segir og hvað sagt það að þetta sé eitthvað flagðundi fögru skinni, það ekkert annað í gangi en það. En nú vakna margar spurningar. Já. Þú veist, Jim Ratcliffe
þú veist, svo bara kynnum hann aðeins betur, þetta náttúrulega einn ríkasti maður í heimi, fyrsti eða annar ríkasti maður Bretlands, svona fyrir þá sem að þekkja til fótbolta, þá hann töluvert auður heldur en Roman Abramovich, eigandi Chelsea. Hann efnaverkfræðingur, elst upp svona við hvað mögur efni og vinnur sig upp allan stegan og á þetta fyrirtæki í dag Ineos. Hann kemur hérna í veiði, þú útskýrir fyrir honum þetta, hvernig veiði svona allansaslagsinn hallar undan fæti. Af hverju ákveður þessi maður sem með svo margt á sín disk, formúlulið, þú veist, það þarf að keppa í Ameríkubikarnum og það þarf að hlaupa marathon undir 2 tímum og bara nefndu það, fótboltalið og allt. Af hverju þarf hann að kaupa beljuna þegar hann getur bara keypt mjólkina? Af hverju fer hann strax í það að hann þurfa að eiga þetta til að geta hjálpa lagsinum fyrir ekkar en að bara kaupa sér veiðileyfi og geta þú kannski bara, ég veit það ekki, styrt rannsóknir? Svo ég skal gefa fyrst stuttasvarið. Það að því að hann svona. Okay. Það þú veist, hann hefur aldrei gert neitt þannig að ég kaup mér bara veiðileyfi og bara afslappaður og ekkert að skipta mér að þessu, sko. Það bara ekki hans persón. Það bara ekki hans stíll, sko. Og alls ekki hans stíll. Hann hún mjög umhugsað að láta gott af sér leiða og hún mjög umhugsað það sem hann hefur brennandi áhuga á að gera það vel. Hann nefnir oft við mig, Gísli, we should do the Ineos style. Veist, Ineos ungt fyrirtæki og búið að stækka gríðarlega á skömmum, þú veist, bara síðustu 10 árum. Og hann hefur einstaka hæfileika til þess að greina og meta hvernig á að leysa vandamál. Það hans styrkleiki í bæði hans viðskiptum og líka í þessu. Hann hefur komið með hann ekki hræddur við að taka ákvarðanir og hann ekki hræddur við að ráðast á verkefnin og En þú talar Ineos style. Nú þú veist, maðurinn efnaverkfræðingur og allt sem að Ineos hefur komið að kannski ekki óumdeilt þegar það kemur að náttúruvernd og öðru svoleiðis. Ég meina það þetta fragging og þú veist, af hverju það í lagi eins og þú veist, á vernda Íslandi? Svona... Já, ég meina þetta þú veist, fragging hefur fengið töluvert mikla umfjöllun í blöðunum í Bretlandi. Svörin hans, nú ég ekki efnaverkfræðingur, við erum bara veiðikallar. Já, við erum bara veiðikallar, sko. En ég get bara sagt, sko, breska ríkisstjórnin heimilaði fragging. Breska ríkisstjórnin bauð út og til sölu heimildinar og leyfin, þú veist, í að framkvæma þetta til ákveðna fyrirtækja og það var ekki hann sem að bjóða þetta til, sko. Og það líka verið að stunda fragging í Bandaríkjunum. Sko það sama þar, ef hann gerði þetta ekki þá væri bara einhver annar að gera það. Það eiginlega mitt svar, sko. Annað hef ég ekki í þessu. Ég veit hins vegar að það eru Ineos með sko ég man ekki hvað heitir countermeasures eða þú veist það, já, þú veist bara eins og þegar Landsvirkjun virkjar Þjórsá þá gefa þeir laxastega og einhverja svona fiskirækt og planta einhverjum trjám og eitthvað svoleiðis þú veist, það eitthvað svoleiðis prógram í gangi, ég bara þekkit ekki nógu vel til þess að svara fyrir þetta, en ég meina efna fyrirtæki, guðminn góður, það umdeilt, klárlega ég meina við þekkjum bara úr þessum heimi að þú veist, það geta átt sér slys í þessu og það mengun og svo framvegis en ég bara, sko, hvað umræðan hefur stundu verið fyndin í þessu að ég sá einhvern tíma færslu á Facebook, það var verið að ræða þessi mál, að það var einhver sem hélt í fram þar að Ratcliffe var að tryggja sér sko vatn á Norðausturlandi til efnaframleiðslu í Bretlandi, þannig að flytja vatnið úr ánum út til þess að nota því efnaversmiðum. Ok, það náttúrulega okkur svona meira absúrt skala, sko, en þegar maður svona einmitt, ef við bara maður spilar Devil's Advocate eins sem nú bara endilega ég ætla bara að vaða þess í það eða þú veist á þess að vera, eða svona höldum okkur inn á velsæmismarka, en þú veist, nú maðurinn gríðarlega auður
íslenskir bændur, þú veist, eru bara stétt í varnarstöðu, eru kannski, þú veist, það ekkert verið mikið góðari þar endilega. Þeir eru bara á fátakrabörkum eins og ráðherra segir sjálfur þannig að skulum ekki skafa utan að því. Þú veist, og það hægt að kaupa upp þarna, ég ætla ekki að segja fyrir litla peninga, bara fyrir mikla peninga. Fyrir markasverð. Já, fyrir markasverð. En svona eitthvað sem að kannski peningar sem að, hann getur tekið úr rassvasan. Já, já. Eðlilegt að einn maður einhvern veginn geti eignast bara heilt landshorn? Sko, þetta pólitísk spurning og þetta rosalega viðtæk spurning og það voru að vera að spyrja þessar spurningar allan heim. Einmitt. Og ef ég hefði svarið við þessu þá væri ég bara komin í framboð en ég eins og ég sagði þér áðan, ég bara guide. Já. Og en það hefur ekki verið sko svarið við þessu þú spyrð sko hvort það eðlilegt. Ég get ekki svaraði hvað eðlilegt og óeðlilegt í þessu. Ég get bara sagt við getum notað einhver viðmið sko, veist, því áttur haldið fram að þetta sé orðið 1% af Íslandi og svo talar notuð sko langstæðsti hlutin af þessu eru Grímsstaðir, það langstæðsti hektarafjöldin í þessu. Stærsta jörð á Íslandi? Já, með næststærsta og það á ríkið á móti Ratcliffe 25%. Sko 1% hvað má eiga mörg prósent? Má eiga eina jörð, 10, má eiga 1%, 10%, menna það talið í lagi við kvóta Íslinga að einn aðilegi 12%. Af öllum fiskveiðikvóta landsins. Það var En hann verður reyndar að vera Íslendingur? Hann verður að vera Íslendingur og nú svo fara menn að eiga skúffufyrirtæki og skúffufyrirtæki og allt það. Selja sjálfum sér. Já, sem sagt, en mér finnst svo umræða og það annað atriði svo nefnir í þessu, sko við eigum að spyrja okkur fyrst spurningunum, skiptir máli hvort þetta útlengur eða Íslendingur. Það eiginlega fyrsta skrefi sem við máum stoppa okkur og spyrja okkur á. Í mínum huga klárlega ekki. Okay. Fyrir mér skiptir ekki máli hvort einhver heiti John eða Jón. Það bara svoleiðis. Þannig ég. En það ekki allir þar. En það mitt svar. Og þá næsta, sko, hvað má John eða Jón eiga stóran hluta af þessu? Hvað mega eiga margar jarðir? Og það okkar samfélagsins að setja þær reglur. Það voru engar reglur þetta. Það búið að setja reglur þetta núna sem ég held að séu slæmarreglur og vondarreglur. Búið að setja lög þetta en ég ekkert að gera athugasemd, ég hef ekkert það að segja. Við fylgjum bara og förum eftir því sem búið að segja. Sko, þetta bara viðkvæm mál að tala þú veist, það verið að tala tilfinningamál að hluta til, verið að selja landið okkar. Stóra spurningin. Þetta ættjarðarástinn og allt þetta kveikir alls konar tilfinningum líka. Og ég fullir að þetta framtíðar, þá þetta bara breytast. Ég meina, við erum að horfa, og vonandi erum við að horfa á heiminn sem eina held, en ekki sem pólitíska línur dregnar á landakorti. Vonandi erum við að ná meira saman sem bara einstaklingar sem búa þessari kringlu frekar heldur en við sem að búa til landamæri, reisa múra eins og sumir hafa verið að tala á milli okkar. Þannig og ég nokkuð viss það að samvinna og skipti og auki viðskipti milli aðila sitt hvort megin á kringlunni til hins góða. Þau hins vegar ekki gallalaus. Nei. Það fylgir öllu kostir og gallar og því að erlendir aðilar geti keypt jarðir á Íslandi sem var bara innan EES fylgja klárlega gallar og spurningar sem vakna en því fylgja líka miklu kostir. Markasvæðið mörgu svona stærra sem þýðir það að þeir sem eiga þessar jarðir geta þá fengið markasverð fyrir sína eign. Já, á stærra svæði. Núna það, nú búið að svona loka svolítið á það. En þú nefndir áðan veiði félaga fyrirkomulagið sem að hefur að mörgu leyti gagnast okkur vel í gegnum tíðina. Þú veist, það
ég veit ekki hversu vel hlustendur eða áhorundur þekkja þetta, en það er þannig að ef að ég, Gísli og Vésteinn og Birkir eigum hérna 4 saman á, Gísli á helmingin í henni, ég á 25 og þeir eru eitthvað 12,5, það verður satt bara 4 atkvæði veiðifélaginu, spurt óháð því hvað óháðu hvað átt, prósentan sko, sem þú átt í veiðifélaginu er bara arðsprósenta. Já, það er prósenta arðinum og atkvæðisrétturinn er bara fjöldi jarða. Ein jörð, 1 atkvæði. Nákvæmlega, nú er sem sagt liggur fyrir að þá mögulega fara að breyta þessu, að sem sagt ef að þú ættir, segjum 50%, þá mættir þú samt mest, svo, þó að þú myndir kaupa, ættir þín 50% og myndir kaupa Vésteinn og Birki út og ég ætti ennþá 25, þá ættir þú samt bara 30% af atkvæðisréttur með veiðifélaginu, er það ekki rétt skilið það? Já, það er sko, þessi takmarkun og atkvæðarétti, fyrsta frumvarpi sem kom fram þegar búið að breyta því og núna liggur fyrir Alþingi frumvarp það að sem er svokölluð minnihlutavernd í veiðifélagum, þannig að engin meirihlutin geti ekki kúað. Það var sko, umsagnir fyrra frumvarpi voru allar á þá leið að með því að breyta því eins og þú varst í að þá hefði sko verið breytt á minnihlutavernd, þá hefði verið breytt í minnihlutaræði sem hefði vært sko minnihlutanum meirihlutavöld og síðan var lögunum eða lagafrumvarpinu breytt í og núna minnihlutaverndin sem liggur fyrir snýr að mestu leyti af því að aðili sem er eigandi að landi við jörð og ætlar að vera leigutaki, hann þarf aukna heimil til þess að fá samþyktan leigusamning og í þínu dæmi sem þú ert að nefna að ef að við ætlum að leigja saman ána þá þyrftum við aukin meirihluta í okkar veiðifélagi til þess að en ef einhver Jón Jónsson í bæjallarlegina þá þyrfti hann bara einfaldan meirihluta. Þannig að þú getur ekki átt 51% ykkur á og leikt svo ána með meirihluta atkvæða á 1 krónu og kúað hérna. Þú getur þú í sama krafti segjum því að nú áratklif ekki allar jarðir í öllum þeim ám sem hann er með puttan í, hefum við getum orðað þannig. Hvergi? Nei, já, hvergi. Hann ekki eins og Hafirráin sem er allir í eigu. Nákvæmlega. Það er hvergi það að ræða. Segjum að ég færi bara Ratcliffe, fer með meirihluta atkvæða í einhverju veiðifélagi, segjum bara 75% ef að það þyrfti, það er oft í einhverjum samþyktum að fyrir samtök á stórtækum framkvæmdum eða byggingu veiðihús eða útleigu á veiðirétti, það er 75% samþykki. 2/3, auki meirihluta, já. Einmitt, 66%. Segjum þú sért með það, gætiru Ratcliffe þarf ekki að fá fjármun út úr þessu, gætiru gert bændur arðlausa með einhverju svona eins og að fara í rannsóknir, vegagerð, laxastega framkvæmdir, bara nefndu það í langan tíma og með því beitt þá jafnvel þrýstingi til að selja þér sína jarðir? Sko, tæknilega já, alveg eins og átt bara í hlutafélagi meirihluta sem borgar sér aldrei arð reikir bara á núli eða eitthvað slíkt, tæknilega. Hins vegar er stór munur þarna á og það er eitt sem að verður að hafa í huga. Veiðifélög eru og það vita allir, Landssambandsveiðifélaga það líka, við erum á gráu svæði hvað varðar skylduaðild að félögum að þessum veiðifélögum. Það er félagafrelsi í stjórnarskrá? Já, það er félagafrelsi í stjórnarskrá. Ég er ekki lögfræðingur. Ekki heldur. En ég veit og að það er allir meðvitaðir það að, hvað sem verður lögfræðingar ekki, að þetta er svona á gráu svæði eins og ég sagði. Og við erum allir líka, held ég, mikill meirihluti landeigandi kringu landið er líka á því að þetta fyrirkomulag sem við ákvaðum árið 1926 að setja hefur búið þessar ár til sem það er í dag. Ef að fyrirkomulag væri eins og í Bretlandi, þá getur ég ímyndað mig, það væri bara rúst. Þetta væri bara ónýtar auðlindir. Og það hefði einhverjir hagnast sem eiga sko besta hylin í ánni, kaðalstaðir í þverra og hefðu kannski verið alltaf gott í júni og framan að júli og eitthvað svona. Já, þú veist, það er allir sem gera sig grein fyrir þessu, eða margir, ég get ekki sagt allir en margir,
og ef að þú ætlar að þjösnast á einhverjum öðrum gegn þeirra vilja, þá endar það náttúrulega með ósköpum. Þú veist, það ekki hægt að búljast í gegnum eitthvað svona félagskap, og ég er búin að sitja það marga fundi í það mörgum veiðifélögum að það bara ekki stjórnarhættir í þessu. Þú gætir alveg eins sett upp samt sömu spurningu og sagt, ef í veiðifélagi Þverár Kjarrár ætluðu 2/3 að taka einhverja ákvörðun sem að minnkar arð til hinna, þú veist, þá það bara löglegt. Það svoleiðis virka félagsformin. Við getum út, þegar þú nefndir hérna Þverár Kjarrár og ég svona kannast aðeins við það veiðifélagi og ágætist dæmi svona hvar fáruleikin í þessu nú þetta fyrirkomulagi birtist stundum. Þú veist, ég man ekki hvað margar jarðir veiðifélagi Þverár Kjarrár. 36 held ég eitthvað svoleiðis eða eitthvað. En sko 33 eru í því sem við kallum Þverá, þetta sama áin fyrir það sem gerir sér ekki grein fyrir því, en svo bara 3 landeigendur upp í Kjarrá sem að fara með væntanlega ráða óskup litlu, ráða engu, en eru helmingurinn örugglega arðinum ef ekki meira. Já, ég sko, það engar reglur til sem ná yfir alla hagsmuni allra alltaf. Það bara ekki til, og það búið að takast á í þessum veiðifélögum alls konar málefni undanfallna áratugi, og ég myndi segja að við erum ofboðslega nálagt í með þeim reglum í þessum veiðifélögum að hafa fullkomið regluverk í kringum þetta. Það verður aldrei fullkomið. Maður sagði fyrir sér að vera landeigandi sem á kannski 20 milljónur á ári undir því arðgreiðslur hvað ákvarðanir teknir í veiðifélagi, en það strandar á einhverjum sumarbústaðareigendar sem að velta fyrir sig hvort svo hafa 50 skall eða 52 skall. Já, það er þú veist, það bara eðli þessara regna að vera með þessum hætti, og þetta gamla kaupfélagsstefnan eitt bíl, eitt atkvæði, sko, óhað arði í þessu. Mér fannst þetta að ég kom að þessu fyrst, að ég kemur þessum rekstrarheimi, mér fannst sko fáralegt að einhver sem átti 1% í á hafði sama atkvæði og sá sem átti 50% í áni. En við verðum samt einhvern veginn að geta tryggt sko það að allir hafi sína rödd í þessu, og í gegnum, sko, sum veiðifélög hafa, til dæmis bara talandi Hafralónsá, þar í samþykktum félagsins að það þurfi 2/3 til að ráðstafa veiði. Félagi sjálft ákvað það. Þannig að ég sko, þetta eru flókimál, við erum konur inn á svið sem orðið tæknilega mjög flókir og lögfræðingar, sko, en sko, okkur hefur tekist vel. Við við getum alveg hort stolt á skapa mikinn arð fyrir landeigendur, og það búið að halda þó í horfinu með laxveiðina miðað við annars staðar í Evrópu. Nákvæmlega. Þannig við getum verið svolítið stolt af þessu, og hugsaðir, 1926 þessi framsýni að setja þessar reglur. Það ótrúleg framsýni. Já, og svo framhaldir að banna laxveiði sjó og allt þetta. Já, sko. Við hefum verið mjög bara flink og klár. Segðu mér, Gísli, þegar nú, þú veist, þú ert titlaður talsmaður Radcliffe og hvað framkvæmdastjóri í Strengs eða hvernig gæi þetta? Þetta fínn náungi? Já, toppmaður. Já, þú trúir því sem hann að segja? Já, þú veist, ég ekkert í vafið þá, sko. Já. Þú veist, og það allir þessi kynnastónu, sko. Ég meina, hann mógúll, þú veist, hann með ríkari mönnum heims og hann lifir í ykkurum heimi sem við þekkjum ekki og skiljum ekki, en hann svo down to earth, skilur að og svona bara sko lít skemmtur af þessu umhverfi sem hann við, mann kannski hvað hann kemur einhver leyti. Já, og og hann hefur sína skoðanir, og hann hefur oft sagt mig, Gísli, ég meina, þú veist, ég vil hafa þetta svona, og svo það sumt sem algjörlega
mér er eftirlátið að ákveða eða okkur er eftirlátið eða öllum þeim sem að er í kringum, hann er eftirlátið að taka ykkur ákveðina, hann setur samt sko ákveðina reglur, hann vill hafa hlutina og hann vill hafa þetta allt í lagi og hann vill gera þetta eins vel og hann getur og það er engin málamiðlun í því ef hann er sannfærður eins og með reglurnar í Selá, ef hann er sannfærður í því að það eigi ekki að veiða og sökkanda og túpur, þá segir hann við skulum koma þessu í gegn með einum eða öðrum hætti. Ég held að þetta sé þú veist, okkur til framdráttar og öllum við annað. Hann er ekki bara að hugsa sjálfa sig, hann bara heldur það að við munum njóta góðs af þessu. Já, það er ekki þannig að allir veið á flollinu og svo mæti hann með sökkanda. Nei, alls og ég er búin að vera gætan undanfarin ár og hann hefur sjálf viðhaft sko, við erum búin að fá 3 á vaktinni Gísli, við erum orðnir ánæðir. En getur aðeins sko reyða fyrir mér út því að nú er talað um þetta í aðeins öðru ljósi og svona undir öðrum formerkjum heldur en þetta sé bara fyrirtæki og maður fyrirtækjarekstri. Þið talið um að venda laxinn, skapa einhvers konar svona, hvað maður að segja, mætti kalla laxaþjóðgarð eða eitthvað svona í enga svona. Hvað er það að gera og hvað er framtíðarsýnin? Já, sko við sem sagt við erum að reyna að byrja á byrjunni. Og byrjunin er að ákveða hvað á að gera. Já. Það er eiginlega, þú veist, það sem maður þarf og til þess að sé hægt að ákveða hvað á að gera þá þarf maður að þú veist, hver eru vandamálin? Hvar eru flöskuhálsarnir? Og hvað er búið að reyna í þessu? Hvað hefur gefist vel, hvað hefur gefist illa? Og við erum með semst að vinna með Hafró og Imperial College og einhver leiti Oxford líka erum við að vinna að því að greina hvað er að þú veist, eða öllu heldur ekki hvað er að heldur, hvar getum við gert betur og það er semst rannsóknarverkefni og það er verið að reyna að finna svara spurningunni, hvað er það sem mannlega höndin getur gert til þess að efla viðgang laxastofna hjá okkur. Og það er ekki gert með því bara til þess að búa þetta til fyrir okkur, það er gert með það að öll þessi gögn eru opinber og munu verða opinber. Þannig að geti verið öðrum lærdómur og það er kannski bara svona svolítið munurinn þá á að þú veist, eitthvað veiðifélagi, eitthvað laxveiða og pantar og borgar fyrir eitthvað seiðamælingu og rafveiði og eitthvað svona. Þetta er á miklu stærri skala. Já. Þú veist, það er verið að gera það og það er verið að safna gögnum. Þú veist, hvað erum við þá að tala um? Hver er skalinn? Þú veist, við heyrðum eins að tölu 80 milljónir sem við tilkynntum og fyrst ég hugsaði, verði að viðurkenna á þess að hafa kannski mikla þekking á því, ég man bara þegar ég fekk einhvern tímann tilboð í einhverja rafveiði og lítillega laxveiða og hvað það kostaði, bara 80 milljónir, það fer ekki langt að því. Já, það er samt, sko, það eru tveir doktorsnemar sem er að vinna, sem eru bara launum allt árið í að vinna við rannsóknir og er að greina gögn sem þegar er til staðar, það eru til tölvurgögn og svo er verið að safna nýjum gögnum og taka síni. Við erum að settum þessi rafhlið niður og pittaking, erum að fylgjast með seiðunum, við erum með gönguseiða rannsóknir sem er mjög fornulegt, er að segja svona það sem maður er heyrtaði frá þér. Það er áhugavert sem er að gerast þar. Það er verið að rannsaka frum lífverur í, við erum verið að rannsaka allan grunninn, bíógrunnin sem er undirstaðan af öllu lífi. Það er verið að rannsaka reyna að hátta sig á háttarlagi fiskana í ánum til þess að átta sig betur á því hvernig hagaði sér, hvernig getum við elt þetta og svo með þessar 80 milljónir þar eiga svara einhver, þú veist, hvað eigum að gera? Hvað er þetta verkefni? Já, þú veist, hvað sko, þú veist hver eru næsta skref? Þessar 80 er ekki upp á endir verkefni Nei, svo
við erum samt byrjar á að vera að flytja laxa og grafa hrogn og við erum byrjar að gróðursetja, við erum að spá í og hefðum vilja byggja fleiri laxastiga og við viljum opna svæði og nýta alla framleiðslu getu þessara vatnasviða til þess að búa til seiði og gönguseiði en það bara margt annað sem að hægt að gera en hefur verið gert hellingu, sumt vitum við alveg, við vissum það ekki fyrir bara löngu síðar að það að flytja elliðalaxseið út allt land var ekki, var hvorki vænlegt eða var sko ég bara erðaslýs já og alls konar sko, við vissum það og við erum, ég var það heppin að fá að vinna með Þórólfi Antonsinni og Jóa þegar vorum að vinna og ég var uppfullur af alls konar æfingum já. Og ég fór inn á Veiðimálastofnun mörgusinn þegar hún var upp á hálsi með alls konar og sagði, Jói, komdu með mér, ég er búin að finna þetta út, við leysum þetta bara með þessum hætti og svo fór maður inn í Veiðimálastofnun og maður var alltaf kippt undan mann löppunum sko, sagt, þetta er ekki að fara að ganga og þetta er ekki að fara að ganga, þið eru háðir hittastigin á vatni, þið eru háðir hvað fæðið er og þið eru háðir þessu, þú veist, náttúran hefur ákveðin takmörk, hún getur leitt og búið til svona mikið og við höfum bara ákveðið það að við ætlum að reyna að hjálpa náttúrunni frekar en að fara að búa til eitthvað artificial. Þetta er allt byggt á því að við ætlum að tryggja það að náttúran geti blómstrað og búið til það sem hún geti hverju sinni. En sko náttúrulega það er staðreind að þegar maður byggir laxastega þá er maður að fara með laxinn á svæði sem hann aldrei farið á áður. Þú nefndir að gróðursetja. Þú veist, ég veit ekki hvort að allir fatti það kannski beint samingi þar á milli, þá ert að sko, þú ert að það minga vindur, það skapast betra aðstæða fyrir skordýralíf, meiri fæðu fyrir seiði og allt þetta. Þú veist, og laufin fari ána á haustin og búa til bíómassa sem er grunnur fyrir, þú veist, allt þetta. Þetta er svona flóknari hringrás heldur en bara seiði, sjór, lax. Já. En sko það hafa aldrei verið lauftré á Íslandi upp með Selá það var aldrei lax Nei, en það var gróður já. Og klárlega meiri gróður en var og uppblástur staðreind og við vitum, sko, þótt að Ísland hafi kannski ekki verið skógavaxið milli fjalls og fjöru eins og okkur var kennt að þá er klárlega að það hefur verið meiri skógur heldur en var og við hjuggum mann niður miskunnlaust í brenni og hús og sauðkindi gekk ekki en frjálsáruna við komum sko. Þannig að það var klárlega og við til dæmis, þetta er ágætt point hjá þér sko, það er alveg spurninga hversu langt má gangi í þessu. Við ætlum ekki að fara að planta einhverjum alaskatrjám sem ekki eru ekki eru íslensk. Við notum bara íslenska flóru. Það er bara birki og það sem og fjalldrapi og það sem hægt að nota enda erum við búin að reka okkur á það að ef við setjum plöntum trjám sem ekki eru í sínu rétta umhverfi, þá bara drepast þau. Þannig að við erum að reyna að setja, við erum ekki að planta lúpínu eða hvað heitir þetta, spánarkerfil eða eitthvað svoleiðis. Við erum að reyna að setja sko plöntur sem eru íslenskar og eru við annað þegar. Og þetta er kannski svolítið sama og þú fengið að heyra á Veiðimálastofnun þegar þú varst ungur og ákvaðar að koma ef það ætti að vera lax í þessar ágísli þá væri lax í. Já, það er svolítið sem að já, en við erum tókum eina litla á sem er Höglná í Bakkafirði sem að var svona eiginlega engin lax í, tókum hana ég man ekki hvað, rétt eitthvað fyrir 2000 og við sleftum í hana gönguseiðum frá Laxamýri í nokkur ár svo erum bara hættir því og nú kemur bara lax og hrygnir hana stundum lítið, stundum mikið þetta er pínlítið spræna og við hefum stundum verið að fá svona frá 30 upp í 70 laxa þarna á sumri vonandi vex þetta og dafnar og næra koma stofnana og þá er eitthvað komið. Þegar þú pælir í þessu, Gísli, sjálfur það er ekkert endilega að tala bara Radcliffe, bara svona, þú ert náttúrulega úr þessum veiðilega sölubransa þú lifast og hrært í því að selja veiðileyfi og gæta og bara heil lengi eins og þú komst inn á sjálfur hugsar þú
landnám laxins sem 2 aukastangir meiri gæði í veiðinni og veiðilegunum eða hugsar tegundina, Atlantshafslaxina, þarna séu komin nýri búsvæði sem að renna þá styrkari stóðum undir stofnin og þá bara einmitt tegundina, íslenska Atlantshafslaxin? Sko, frá 2000 til 2010 þá hugsaði ég eins og veiðilegasali. Veist, ef það bætast 100 laxa við og geti bætt einni stöng við og það meiri tekjur. Frá 2010 og þangað til í dag, ég bara gera þetta einfalt sko, þá ég fann að hugsa á hináttina. Þá hugsa ég sko eitthvað sem ég að gera og tek þátt í með öðrum, því að ég ger ekkit eitt sjálfur. Það sem ég að taka þátt í að gera, það að takast. Svolítið bara eins og ég set fræ í mold og ég sé svo blómið koma sko, ég nýti þess að horfa á blómið. Þetta hefur breyst, veist, og ég hef breyst sem veiðimaður. Veist, ég veit einu sem ég varst rosalega gaman að veiða fullt af laxi og komið heim og mamma var rosalega ánað og svona. Vera aðalmaðurinn í veiðhúsinu og svona. Línur í bók og gísli og endurtekningar. Mér fannst þetta gaman. Það líka farið. Það skiptir mig engum mál í dag. Menn geta sagt ég er ekki rétt. Það bara alveg nákvæmlega þess að ég fór beint frá hjartanu. Ég vil að meira gaman að börni mín eða vini mínir veiða meira. Þannig að þú veist, þetta hefur breyst og ég sannarlega það sem sagt, þegar einhver svona verkefni hefur tekist eða að takast ef við sjáum jákvæð teikn þá það ánægilegt fyrir mig sko. Mér finnst það mjög gaman. Auðvitað gaman þegar koma risagöngur og þú veist ofsafjör og svona maður gleymir sér stundum í því sko. En þessi innri sanna gleði, hún snýst lítið núna fyrst og fremst á því að það eitthvað sem maður búin að vinna, þú veist að vera kósveittur í að brasa í að flytja laxa eða grafa hrogn eða gera þetta, þú veist, og kaldur og blautur og svona, að það sé að takast. Hvað markmið? Þú veist, hvar ertu, þú ert sáttur, þú talar að sé að takast. Það sumt að takast og sumt er ekkert. Og sumt er að læra og sumt öðruvísi sem þú kannski heldur. Já, sko, megnið af þessu er ekki tekist. Það bara svoleiðis. Maður er búin að prófa hitt og þetta. Og sumt hefur, þú veist, í besta falli skemmt ekki neitt, sko. Já, einmitt. Þannig að það er kannski að besta sem maður getur vonast eftir. en þetta sko, þú talar markmið og takmörk, sko, markmið að ég hafi á þessu ánægju, nummer 1, og mér finnst þetta gaman og þetta sé einhverjum til hagsbóta, þetta sé sko, ég sé ekki að skemma neitt eða það sé ekki neitt sem við erum að gera neikvætt og þetta ekkit öðruvísi heldur en bara skógrækt. Einhver sem að vinna í skógrækt, honum finnst gaman að geta plantað og geta sett niður tré og svo að fara að hreinsa skóginn sem hann gróðsetti fyrir 10 árum síðan og svoleiðis. Þetta ekkit flóknar en það. Og markmiðin sem sagt, ef það einhver svona heildarmarkmið, þá það að verða bestir. Þú veist, það að verða geta á Norðausturlandi búið til þannig umhverfi að það verði eftir okkur tekið það sem að við höfum okkur hefur tekist, það verði sótt í það að það koma til okkar og sjá hvernig hafið ykkur tekist, hvað hafið þið gert, hvað reynslan ykkar og við getum hugsanlega í framtíðinni á Norðausturlandi og á Vopnafirði verið svona miðja í þekkingasetri og við erum farin að hugsa það, geta hugsanlega verið með nema og erlenda nemendur í skóla kynnt þetta, verið með fyrirlestrasal, heimsóknir, ráðstefnur það hvernig hvað hafi farið vel og hvað hafi ekki farið eins vel. Það eru svona markmiðin sem við sjáum í framtíðinni og náttúrulega að við séum að snúa þessari þróun við að þetta sé að deyja í höndunum á okkur. Að Atlantshafslaxinn nái svona sinn fyrir styrk. Já, það væri draumur. En nú staðreynd, Gísli, að sama hvað mikið af penningum, þá engin maður eilífur og Jim Ratcliffe ekki frekar en við og hann á 3 börn.
þau munu koma til með að erfa hann, deila þau þessari framtíða sínans í hvernig, þú veist, svo eignast þau börn, þú veist, þá eru komið barnabörn og gæti kannski stór hluti af Íslandi verið komið í eigu tuga einstaklingar sem að láta sér laxinn ekkert varða. Sko, ég er náttúrulega, ég get bara sagt þér hvað ég held, þú veist, og ég get sagt þér hvernig ég sé þetta fyrir mér, sko, þú veist, það getur farið að gjósa þarna náttúrulega, það er ekki líklegt að gjósi þarna, en það getur, þú veist, það er endalaust að breytum í þessu landslægi. Ef við tökum þær allar til hliðar og horfum hver vilji Radcliffes, þá er að vilji hans að við getum búið til einhvers konar sjálfsagnarstofnunum með þetta, sem að hann hafi, eða hans niðjar hafi sterka aðkomu að það að stýra þessu og það að tryggja það að peningarnir sem úr þessu komi fari í reksturinn sjálfan á þessu, heldur en ekki sé verið að reyna að tósa ykkur að auðra úr þessu í eitthvað annað og börnin hans eru öllarna á fullu, dóttir hans yngsta finnst alveg frábært að vera á Íslandi og það er mikið frelsi, við áttum okkur ekki á því og hún nýtur þess að vera í veiði og hérna sko, ekkert meira gaman, hún er að leika, hún er orðið vinkonu upp í Möðrudal og hvað er hún gömul? Hún er 12 ára. Já, hann á svo 2 syni eða ekki? 2 syni, já, sem verðum 30. Þeir koma hann á hverju ári og þeir hafa komið með mér og farið í ferðalögin og heiði og flytja laxa og svona. Og þau skilja þetta og sjá svona, hvað maður segja, stóru myndin í þessu? Já, sko, þau eru allavegna þannig að þau eru komin á stað í þessu þroskaferli. Í þessu dæmi hoppar enginn fullmótaður inn í þetta. Þú veist sjálfur hvernig það er. Þetta er svona ástríða sem að vex og dafnar inn í manni og maður fyrir að skilja og fá meiri og meiri virðingu fyrir náttúrunni eftir sem maður eyðir meiri tíma við þetta. Algjörlega. Og þau þurfa auðvitað að fara í gegnum þann prósess svolítið líka. En þau fara hratt í hann vegna þess að þau hafa þetta umhverfi og tækifæri og þetta aðgengi. Ok, þú veist, þú talaður mannin sem ætlaði að fara að flytja vatni til Bretlands í efnaframleiðslu, sko. Ólíklegt, verður maður að segja. Það er tortryggni í gangi. Það eru fallvötn þarna, þetta snýst allt fallvötn. Endurvinnuleg orka, sæstrengur. Gæti þetta orðið eitthvað sem er bara orðið mjög verðmætt að því leitinu til eftir 100 ár? Sko, þetta verður klárlega verðmætt. Ég held að þróunin sé allir þá átt. Ég held að umhverfisvæn orka verði verðmætt og verðmættari. Já, verðmættari kannski þetta. Og ég er sjálfur og við höfum verið að berjast fyrir því að einhverju leiti að það séu settir á menguna tollar og skattar á það sem þegar sá sem er að menga þurfa að greiða fyrir það að rústa náttúrunni fyrir komandi kynslóðum, meðal annars eins og laxeldið, sem við nú ekki talað mikið með þá. En það verður klárlega challenge að halda þessum náttúruperlum á þessum stað sem þær eru. Og þú ert að vitni það með þessu spurningunni, er Radcliffe að vera að virkja eða afkomendur afkomendur eitthvað svo leiðis er þessi hópur að fara að virkja þetta til þess að búa til úr þessu pening ég segi ég get ekki lofað einu það ég get bara ekki gert það væri fáránlegt að segja já, nei, það verður aldrei virkjað þetta og það verður aldrei, ég meina það eru til plön frá Landsvirkjun sem ég hef séð virkjunarkosti á Austurlandi að taka Selá yfir í Vestdalsá og yfir í Hofsá og virkja það allt saman það fall vatn niður eina virkjun í Hofsádal og nýta fallið þar. Það eru til plönum þetta. Þau eru gerð á Íslendingum, by the way. Og það verður náttúrulega þá bara ríki færi bara í eignarnám og... Já, sko, þá segi ég, þessi hópur sem stendur að þessu núna er líklegri til þess að stoppa öll þessi áhrif heldur en einhverjir aðrir. Það er bara það sem ég segi. Og það er ekkert af þessu mögulegt. Það er engar framkvæmdir eru mögulegar öðruvísi en með umhverfismati, samþykki sveitafélags og samþykki hins opinbera. Þannig að
ef að samfélagið samþykkt því að veita sela og Vestdalsá yfir í Hofsá og virkjana þá, eða þú veist, það verður allavega ekki gert án þess samþykkis. Nei, það er klárlega, ég meina, allt skipulagsvaldi eru í höldum sveitafélagsins, hvað þetta varðar. Ég held að ég myndi gerast, ef það væri í mínu lífi, sko, þá myndi ég bara gerast umhverfisterroristi. Já. Eins og í Laxárvirkjunni á sínum tíma. Já, það voru naglar þar, sko. Algjörlega til fyrirmyndar, hvað þeir gerðu. Já. Korsið það var löglegt eða ólöglegt. Nákvæmlega, það þarf ekki alltaf að vera löglegt til þess að það sé rétt. En sko, nú daginn, eigendur Patagonia, útvegistamerkisins, sem hafa í áratugi sankaði þessu miklu landi þarna í Patagonia til þess að koma því undan skógarhöggi og námuvinnslu og öðrum. Þú nefndir sjálfseignarstofnun einhverja og þau gáfu tilbaka sem þjóðgarð og þú veist, ég nú kannski ekki að tala um að allir gefi íslensku þjóðin eitthvað eða eitthvað svona grandjör, en þú sér þetta fyrir í einhverju svona non-for-profit verndarsvæði rekið með big picture, hagsmunir laxins og náttúrulega sjónarmiði svona, hvað maður segja, fyrirséða framtíð. Já, það er okkar sýn. Þú orðar það mjög vel. Það er Ívon Sjónord sem er höfuð á Patagonia, hann hefur komið og veitt hjá okkur í Selá og ég er nú bara name dropping sko því að hann hefur komið gott nafn líka en ég held að það sé ekkert annað í myndinni í okkur en einhvers konar svona umgjörð þetta sem er sko umgjörðin verður fyrst og fremst gerð til þess að tryggja náttúruna. Það umgjörðin verður sett, þú veist, ég er alveg viss um það að Patagonia hefur tryggt það að það geti enginn fyrr að síðar komist yfir þessi landrými öðruvísin jafnvel bara með hernaði eða einhverju sko og nýðst á þessu landsvæði. Nei, já, það væri, já, þú sér þetta svona í ykkur svona farvegi. Já, og það er það sem við erum að vinna að. En nú vakti það kannski svolítið athygli svona úr einu annað að streikur eða ég veit ekki alveg, er ekki eitthvað að vera að breyta rekstrarformatinu á þessu? Jú, sem sagt, það er við erum að vinna því að strengur, sem sagt, veiðklúbburinn Strengur hefur verið svona félag sem var bara hlutafélag í eigu margra aðila og var rekið sem svona hagnaðardrifið félag, sko. Við erum að fara að breyta eðli rekstrarins, við ætlum að breyta, sem sagt, við erum með svona félag sem heitir Six Rivers Project sem hefur verið haldið utan með verndunarstörf sko og nú mun sem sagt eðli starfseminnar okkar breytast í það að þetta verður verndunarfélag. Þetta er sem sagt fyrst og fremst snýst reksturinn verndarverkefni og verndarverkefni og uppbyggingu laxastofna. Salan á veiðileyfum og reksturinn á húsunum er svona means to an end. Þú veist, það býr til einhvers konar hreyfiafl í þessu sem býr til hugsanlega einhverja peninga sem hægt að setja í þessi verkefni og vendarstarf og svo auðvitað til þess að gefa fólki tækifæri og að nýta og upplifa þessar náttúruperlur. Stendur út rekstri og svona, það þarf að vera aðgengi og vegir og infrastruktúr og það sko. Og það er hugmyndin hjá okkur, þetta verði fyrst og fremst og það mun verða tilkynnt núna þú veist, þetta átti að vera komið COVID hefur búið að setja strik í reikningin á þessu öllu en við erum með fyrirhuga ráðstefni í haust við vorum með ráðstefni í fyrra en verður önnur í haust þar sem að við munum kynna fyrstu drög úr þessum rannsóknum okkar og við munum fá erlendra fyrirlestra til þess að segja frá hvað er að gerast annars staðar í heiminum og en fyrir þann tíma verðum við búin að kynna og jafnvel vera með eitthvað húlumhægi kringu það hvernig ný heimasíða er að vera tilbúin og það sem að við erum svona að færa áhersluna svona svolítið úr commercial yfir í conservation og fyrirgeðu að ég sé að sletta þessum orðum. Bara slettu, bara eins og vilt. En það mun verða svona aðan áherslan.
Já, þetta verði ekki veiðilegasala heldur svona vendunarfélag og sem að, þú veist, þá veitir selur þá veiðilegu til að standa undir rekstri og... Það verður bara hluti starfsemina, sko. Ok, en einhver svona áformum að stækka þetta eins og þú talar í byrjun að þú hef fundið á Austurlandi, fundið svona það vera þessi Ferrari, ég meina nú var Grímsá laust samninga í haust og maður reyna því að þeir búið við hugsum okkur, sko, við erum alveg spenntir að skoða það og það er alveg skýrt hvað okkur varðar að ef að við eigum samleið með landeigandum annar staðar, hvað varðar okkar uppbyggingu og sýn og takmörkun og veiðiálagi og svona beygja sig undir okkar verndunar sjónamið. Já. Þá erum við tilbúinir í svoleiðis. Við höfum kapasiteti að vinna og við höfum vilja til þess að styrkja stoðir víðar og við erum með erlenda veiðimenn sem vilja borga vel fyrir þetta og eigum kunnahóp sem sterkur og höfum sterkt svona markaðstæki og við höfum verið, Grímsá er virkilega spennandi verkefni og ég meina það eru hugsanlega fleiri verkefni á Vesturlandi sem að við höfum áhuga, en við ætlum ekki við erum ekki að fara að senda inn einhver sprengitilboð í einhverjum En þetta ekki satt í ákveðinu þversögnu þess að vastætt að segja að vera að færa sig meiri yfir í vendurinn og frá veiðilegasölunni veiðilegasæla að vera minnstúin end og svo að vaksa yfir á Vesturlandi Grímsá er partur af svona multifarsakerfi með jökulá og svo er þarna þegar á Gjarrá, það er norður og það eru fleiri ár. Já, það er Þegar þú hefur ekki stjórn á öllum þú hefur allan að ansi seint stjórn á öllum breytunum í Hvítá og Borgarfjarðar systeminu. Já, þú veist og við erum kannski ekkert að sækjast eftir að fara að stjórna öllu þar. Það getur vel verið að okkar svona sjónamið og okkar filosófía í kringum þetta eða það eigi alveg samleið með bændum í Grímsá eða einhverjum öðrum ám og við getum sem sagt í samstarfi til næstu hugsalega 10 ára eða eitthvað slíkt búið til eitthvað þar, við getum aukið rannsóknir, við getum komið að beint okkar þekkingu sem sagt eins og ég sagði þá er hluti af þessu er að geta yfirfært þá reynslu sem við aflum okkur yfir á annað og annar staðar og jafnvel vonandi á heimsvísu eða þá er ég að tala um Norður Atlantshafslax heimsvísuna við sko þegar við erum að fara í þetta vendunar og þú segir að sé svona gegn því sem sem ég var að segja þá er ég ósammálaður, ég vil frekar meina að við séum með þessu að færa okkar vendunar hast og reglíf erum við bara stækkana og við höfum áhuga á því að kannski að taka við einhverjum kyndli annar staðar og ná að byggja það eitthvað frekar og búa til betra umhverfi. Við ætlum ekkert að dómin yfir öllu sko, það er alveg en það eru ákveðin sko samlegar áhrif í því ef við erum með kunna sem að vilja hugsanlega koma fyrr á sísónu, þá eru við síðsumars dæmi, Vesturlandið eða Norðurlandið eða hvað sem er. Menna, það er ekkert launungamál, við höfum hugsanlega hefðum og höfum áhuga á því að fara í Laxá í Aðaldal það var ekki neitt af því og þeir tóku þetta landeigendur þar sjálfir við höfum alveg áhuga á að koma á því verkefni en ég treysti þeim alveg þar fullkomlega til þess að passa upp á þá perlu sem þar er. Með Jóhannes er náttúrulega þar í veiðifélaginu. Já, Jóhannes er í veiðifélaginu þar og þeir bræður í Nesi og náttúrulega formaða Landssambands veiðifélag og er einn stæðsti hagsmunaaðilinn þarna, Jón Helgi, þannig að það er bara Jón Helgi, en sko okkar innkoma er eingöngu byggð á því að við séum að leggja eitthvað í púkkið, við séum að koma með einhvers konar
áform uppbygging og sem að hérna horfa á það að bæta heldur en freka bara vera, þú veist, að taka eitthvað leigu og ætla bara að selja veiðilegu og græða því og fara. Já, selja það bara aðeins dýra. Já. Ok, þú veist, það er alveg góður punktur og nú getur maður líka ímynda sér að þú veist, það sé mögulega bara overflow. Ég meina menn vilja komast í sela og vilja vera í viku en það er bara ákveðið marga vikur. Það verður kannski að vera 3 daga í Sela og 3 daga í Grímsá eða eitthvað svoleiðis, skilur það. Já, og stundum vantar bara stangir, sko. Já, og þetta, ég meina, við höfum operasjón á baku okkur sem að getur tekist á við og sinnt þessu og hérna, þannig að, þú veist, svo er þetta náttúrulega auðvitað líka bara áhugi. Ég meina, eins og ég sagði það er ekki alltaf bara skynsemin sem hefur ráðið í hvað maður hefur farið í, sko. Þetta er tilfinningar, dellan og fíknin maður. Já, þú veist, hérna maður hérna, þetta er bara brennandi áhugi og hérna og við munum skoða öll dæmi sem uppkoma, þetta er svolítið eins og gæsaviðinni, það koma tækifæri og ef maður skýtur ekki á hana þá veiðir maður ekki neitt, sko. Nei, nákvæmlega. Og kannski, þú veist, ég meina Grímsá er fallið á og hérna Ford fræg og já, þetta er, allt það, sko. Grímsá er eitt af kostunum sem á kosti á að skoða, ég meina hún er laus núna og mér skilst að bændur ætla að fara í útboð, það verður örugglega bitist það og við erum að horfa á Þið verður einna mörgum þar? Þið verður einna mörgum þar? Við verðum einna mörgum þar og hérna og þú veist, við erum að horfa á fjölda aðila, sko, við erum í kreppu í laxveiði, menna það var COVID ári í fyrra, við erum samt með sko, alveg gríða, við horfum á þetta ytri Rangárndæmi, sko, sem að sér ekki fyrir endan á? Sem sér ekki fyrir, ég veit ekki þegar þetta tekið upp að þarna? Já, en sko, það er ekki kreppa þá hjá veiðilegasölum varandi í ljósið niðurstaðnana úr þessu útboðum að menn er ekki að halda sér höndum. Já, bændu vilja meina það. Já, ég meina þeir fengur ekki hellinga aðilum sem alltaf bjóði þetta. Jú. 10 eða 11 aðilar. Mér heyrst að þeir sé ekkert sáttu með uppæðnar, þeir vilja. Já, það er svo, þú veist. En það er einmitt bara frambóð eftirspurn. Já, það er bara, hérna. Þú getur ekki selt lötunar sem bors, sko. Nei, ég þú veist, á þess að kalla kannski eitthvað ranga á beint ég hef alltaf verið, nú er Pítur Rippi vinur minn með Eystri, sko, að ég hef alltaf verið á þeirri skoðun og hérna og það er ekkert launungamála, ég hef alltaf talið rangarnar og þessar ára ættu heima í svona sérpakka, þú veist, þetta er ekki alveg sama sem við erum að bjóða upp á eins og það sem hefur verið að bjóða upp á þar. Ég er alveg sammálaður, en ég hef ekki veit þarna heldur mikið og hef ekki kannski þetta er ekki alveg sami sjarmi, þú veist, eins og þú segir, hefur kannski allt sinn sjarma, en ekki það sama. Á alveg rétt á sig, sko, ég er ekki að dæma það, ég bara, þú veist, þetta er ekki undir sama hatti, sko, þetta er ekki hérna, þú veist, er þetta golf og minigolf, eða... Ok, you called it, sko. Nei, ég bara segir svona, þú veist, hérna, og ég er nú aftur... Babbiton eða bortinni, skilur, já. Þegar við erum að tala um heilda lagsveið á Íslandi, og þá taka inn í tölurnar, þú veist, þetta á ekki heima þar, sko. Þetta er svona borderline lagseldi, sko. Já, og hafbeit, já. Og skekkir þá raunverulega stöðu. Já, og hérna þannig að sko ég meina það er mín skoðun en ég hef ekkert á móti þessu að banna þetta eða eitthvað svolítið alls ekki nei. En þú veist, þetta á ekki alveg heima og við hefðum þurft að aðgreina þetta sko, rangarnar og þeim hefur alveg tekist að markasetja þetta svolítið eins og þetta sé allt, þú veist, í sama flokki og við, sko. En við erum að bjóða upp á svolítið annað. En hefur þetta ekki líka þó allan að það er í ákvæði afleiðingar að þetta gerir náttúrulega lagsveiðunum svolítið lausar í tauminn með að hafa takmarkanir á kvóta og því sem á taka og svona, menn geta það allan farið í þetta og náðu sér í kistuna? Já, absolutt, sko, absolutt. Hérna, það er bara fyrir þá sem vilja veiða maðk og spún eða fyrir þá sem vilja taka með sér heim og allt það. Þá þurfa ekki að vera menn í vasanum í langa eða norður á eða eitthvað? Nei, nákvæmlega, sko, geta bara farið hérna og það tekur pressuna af þeim hóp sem sannilega er kunnahópur sem þarf að sinna. Já, ég meina það er ekkit óeðlegt í það á Íslandi menningarlega séð að þú viljur vera með grálas og jólunum, sko, svo veitir sjálfur. Nei, og það er betra að hann kom úr ranganum heldur en hann kom úr eldinu. Hérna, nú hvað eru ekki búin að mala alltaf lengi maður, Gísli alltaf þykist þér að fara á okkur í jökul hérna, ég held að það fara ekki neitt. Það er allt í lagi.
Okay, þetta miklu skemmtilega. Nú þú veist, það staðreind að já, við bara tölum íslensku upp á gallamátan Gísli, að Radcliffe sveiflar stærsta punktnum þegar að kemur að píkjunni í veiðibransanum í dag og menn ekki bara eðlilegt að menn séu svolítið svona smekir og skeptískir, bara hvað gera hann getur hreyft sig og bara gjörbreytt leiknum með því sem hann vill sko. Það er klárlega sko hvernig var að segja það sitja ekki allir við sama borði hvað það varðar, hann er ríkasti maður í heimi en hann sko minna það sem hann andar hún í hálsból af mér passa rekstri á mér það er ekki vottur að bruðli til hjá okkur okay. Þú veist, það er ekki séns gefin eftir í því að passa hvað allar rekstrar einingar og allt það varðar þá allar hann ekki að fara að bjóða ykkur ár bara til þess að tapa því sko. Við erum að gera þetta til þess að búa til pening í verkefni og í þessar einingar og þannig að þú veist það verður að gera þetta með einhverju skynsemi og ég meina við munum ekki vera með einhver sprengitilbúið einhvern vitleysiskang sko. það er bara, þú veist, vitleysigangur er vitleysigangur og það er ekki að fara að gera við munum ekki sjá Radcliffe bara í fréttum einhvern tímann eftir 1, 2, 3 ár bara að Radcliffe eigi Lundareykjadal. Nei. En það megum við ekki kaupa meira samkvæmt nýjum lögum. Nei, nákvæmlega. Þannig að það er augljóst. Og sko talandum svona sko útboðsmál og leigumál og allt þetta það er bara sko, það þarf að vera og kannski verður einhver breyting á þessu, ég veit það ekki en á einhverjum tímapunkti þótt þetta form hafi gefist útboðsmálin hafi gefist ágætlega hinga til þá á einhverjum tímapunkti þá kemur svo staðreind að það þarf bara, þetta er kaka sem þarf að skipta jafnt á milli þeirra sem selja og þeirra sem eiga og það og við þurfum að ákveða hvaða aðferð ætlum við að nota við það hinga til hefur sem sagt, þegar ég byrjaði í þessu þá var þumaputtareglan að ef ég leigði á 50 kall, þá var verðskráin 100 kall. Já. Það var bara þumaputtareglan. Svo seldur ekki 100%? Nei, seldur ekki 100%, en þú áttir alltaf vel fyrir leigunni og í góð árum þá varstu með í vasan og gast haft fínt upp úr og svo í slæmum árum þá áttur þið fyrir leigunni. Svo þetta var bara svona. Núna er þetta þannig, ef þú leigir fyrir 70-80 kall, þá verðskráin 100 kall. Mennur sko sér maður að bjóða í einmitt bara eiginlega nákvæmlega eins og segir að bjóði á og verðskráin með 100% sölu er 20% ofan á leigur. Já, og ég get sagt þér það gengur ekki. Það mun verða tap. Það er aldrei 100% sala ár eftir ár. Það getur komið fyrir að verði 100% sala, en 100% sala sko hef ég aldrei náði þessu, því að það hefur alltaf verið einhver sem hætti við, hann getur ekki borgað, það er vinur þeim fara afslátt, maður árið svo marga vini í gegnum tíðina, Gísli minn. Gast bara selt 4-6? Já, Gísli minn, ég er nú búin að koma til inn í mörg ár, sko, þetta er of dýrt, sko, getur ekki látið mig hafa eitthvað smá afslátt, sko. Ég er ekki þá maður, nei, þú verður bara að fara annað, sko, ég gef afslátt og ég geri, þú veist, ég reyna að vera lojal til kunnana, sko. Svo ertu jafnvel með bróker sem að þarf að borga? Þeir eru að taka 15%. Það er eitthvað sem bókar 8 stanga holl, en ég teka hjá allt hollið, en ég borgaði bara 7 og fæ eina fría fyrir mig. Já. Það er alls konar svona. 100% er ekki til. Nei. Það er bara eitthvað sem að veðilega sá að segja hverju ári. Það er bara í Excel 100%. Sko. Já. Og þannig að, en sko, þannig að og síðan hefur þetta breyst líka þannig að þegar maður var að byrja þessu þá var milli landeiganda og kunnast nánast engin tengsl. Þeir sem áttu jarðirnar hafðu ekki hugmynd hverju voru að veiða í ánni. Þú veist,
núna þetta allt orðið opið, þið getið, þú veist, veiðin orðin bara aðgengileg og hverra veiðarna veiðibækurnar orðin rafrænar, þú veist, og mynd með akkurat og og landeigandinn þú veist, miklu meðvitaðir og veiðifélögin miklu meðvitaðir hverjir eru kunnar og þetta hefur breyst úr því að þetta var kunnar leigutakans í að þetta er orðnar kunnar árinnar. Já. Það heldur ég mjög góðu punktur í þér að mennum svona finnst ég ætla ekki að fara út í persónulega hvað veistu það, en þetta er mjög góð punktur. Johnson & Johnson þeir eru ekki að koma í Grímsá eða Norðurá eða hvert þeir eru að fara af því að Jón Jónsson er leigutaki. Þeir eru að koma þannig að því að þetta er á sem þeim finnst flott og gaman að veiði sko. Þannig að þetta hefur breyst. Algjörlega. Já, ég held sé mjög valið punktur þér. Þegar ég spurði það af hverju Radcliffe fór í þetta beint sjálfur að ísa rannsóknir í staðin fyrir að bara, þú veist, gefa pening í það eða eitthvað, þá getur maður vitnað í svona þessa Bill Gates leið í þessu að þú veist, betra að gefa það sjálfur en að gefa bara pening. Nú, þú nefnt 2 eða 3 þetta lagseldi sem ofur yfir okkur. Er hann að skipta sér að því? Allavega fyrir mér hefur það ekki verið ábyrrandi. Er hann að leggja til í þessa baráttu fjármuni eða eitthvað annað? Já, við höfum styrt þessi félög sem hafa verið að berjast gegn þessu og en við vorum svona klárlega tókum við þá afstöðu af því að hverjir við vorum og af því að við vorum svona undir smásjáni hjá almenningi og veiðmönnum að þá hefðum við haldið okkur svona aðeins til hlés í þessu, þú veist eigum við að vera að fá alla upp á mót okkur, eigum við að stíga á allar tær í kringum okkur, eigum við að bara setja mikið dreifarinn í gang og keyra á stað og að því að sko umræðin í þessu máli hefur stundu verið, þú veist, mikið dreifara kent, þú veist, þetta er svolítið skítkast í þessu sko. Kannski veitir okkur sem erum að mótus ekkit að því að fjarlægast þessa ímynd lagsveiðmannsins sem er ríkikallinn. Já, þú veist, umræðan var still henni og ég er búin að segja það oft, það náði að stilla umræðinu upp þannig að þetta var fátæk börn á Vestfjörðum og fátæka fjölskyldur á móti ríkum feitum kalla veiða og svo umræða þannig uppsett, hún mun alltaf fara á einn veg, það er en við klárlega er það skýrt hjá okkur að við sko erum algjörlega móti öllu sjókvíeldi í opnum sjókvíum á hafúti. Þetta er bara skítabusiness, það er verið að drulla þarna yfir í sjáabotnin og skilja eftir fyrir komandi kynslaður. Það er þetta er og talandi sko það sem nefndir í upphafi, hvað var þar Radcliffe og hversu margar jarðir útlendingar eiga, þá er þetta lagsleyfi í lagseldi við Ísland er 90% í eigu normanna. Sko þannig að þú veist sem að ég var nú bara að lesa fyrir þetta í dag og sjálfur farnir að tala fyrir því að það sé augljóst að strandeldi sé ekki framtíðin í lagseldi sko. Mér fannst þessi grein áhugaverð sko, rosalega ég skal viðurkenna ég náði bara að lesa myndatextana ég las greinina og þeir finna sjálfsagt einhvern þrýsting, vaxandi þrýsting það að þetta sé ekki alveg eins klift og skorið eins og þeir eru búin að halda fram í ræð og riti undan áratugi eða síðustu 10 ár. Við erum gangi hvað 3. lagseldisbirtinguna eða 4. ég veit ekki hvað þetta er. Þannig að þetta er eins og með COVID-bylgjurnar, þetta var að missa tölun á þessu. Já, flet út kurvuna. En við klárlega erum á móti þessu. Já. Og en svo er bara spurning sko hvernig tökumstu á við þetta og hvernig sko lagseldi komið til með að vera þú veist, þetta er fæðu öflun þú veist, það er eitthvað sem að við verðum að horfast í augu við en hvernig komum við regluverki á þetta, hvernig komumst við á sáttum þetta, hvernig verðum við aftur í þessu líka bestir á Íslandi og við höfum tækifæri á Íslandi
þess að verða bestir. Það er engin annar sem hefur heitt vatn til að stýra upp á landi eldi og bara tært lindavatn og hei, það streymir bara upp á jörðinni. Já, sko, við höfum alveg gríðarleg tækifæri, við erum líka sitt hverjum megin við markaðin og ég held sko persónlega að þetta eldi eigi eftir að breytast svolítið á næstu árum og áratugum. Sko flutningskostnaðurinn, hann er orðin stórt atriði í þessu. Ég held að verði ekkert sko hagstætt að hafa laxeldi á Vestfjörðum, af því að það er löng leið frá Vestfjörðum til hingað í flutning og síðan á alþjóðaflugvöll og síðan út sko. Ég held að það fara að skipta miklu máli, sérstaklega ef að kolefnisjöfnunar skattar verða teknir upp og það allt saman. Þannig að ég held þetta sé svolítið sko, það eigi margt þetta að gerast í þessum laxeldismálum og komandi kynslum, en engar síður, við eigum ekkert að gefa afslætti í regluverkinu, við eigum ekkert að heimila að það sé vera að dett út laxar á þess að sé vera að ræða það úr þessum kerjum í þúsundar vís, sko. Það gleymaði mjög margir í þessari umræðu að í einu helvítis keri eru fleiri laxar heldur en náttúrulegi stofnin á Íslandi í einni kví. Ég heyrði eitthvað tíma sko það í þessum kvíum sem á Vestfjörðum núna, sem þetta er nokkur ár síðan ég heyrði það og búið að bæta það við síðan, séu fleiri laxar, kynþroska laxar heldur en sko allir laxar og silungar samanlagt sem hafa gengið allar ár á Íslandi til samans síðastliðin 200 ár. Þetta er einhverja svoleiðis tölur. Já. Og það sjá allir hvað gerist ef þetta fer í klessu sko. Það eru hættur. Já, og við ætlum að vona bara Gísli, því að við erum alltaf að tala í bergmálshelli, það er engin ég efast að fyrir forseti Alþingis sé að hlusta á okkur núna og snúist höfur, en ef ekki ég segi bara með Einar K, ef hann er að hlusta sko, að við erum tilbúnir allavega við og talaði fyrir okkur og ég held að allir laxveiðimenn séu það skynsamir að við séum tilbúnir að reyna að tala okkur niður á einhverja leið í því að finna einhverja lausn á þessu máli. Hætti þessu skítkasti og hætta að gæla við þær hugmyndir að þó þau mörk sem hafa verið sett eins og að venda Norðurlandið í þessu og draga strik yfir Vopnafjörðinn og það sem að Guðni gerði á sínum síma sem landbúnaðarráðherra, að hætta að vera gæla og kýtla við þá hugmyndir að þessu verði breytt aftur eða þeir fái frekari heimildir og eitthvað Eyjafjörður verði settur og svona. Þú veist, byrjum á því og reynum að tala okkur inn á eitthvað, sko, við munum aldrei ná sko, einhverju, þú veist, fullkomlegu samkomulagi í fyrstu atrinu, en það verður einhvern veginn að koma einhverju skikki á þetta. Þetta er alltaf bara skotgraðar hernaður eins og þetta er núna. Já, þetta er svolítið þannig og það er skiljanlegt. Þeir stiltu umræðinu upp að þetta væri sko fátaka fjölskyldur. Núna er þetta norskir auðmenn sem eiga þetta á móti íslenskum bændum. Sko. Þetta er að snúast í höndunum. Þetta er að snúast í höndunum. Ég held við séum búin að setja nýtt tíma með þetta í hildum eða ekki, strákar? Jú, þetta er bara flott. Með alveg matla áfram, sko. Ára næg að tala. Fólk tekur sér bara pásu ef þetta er eitthvað allt og langt, sko. En ætlar að fara eitthvað að veiða í sumar? Hefur ekki aðeins að spjalla veiði? Jú, og veiðisögur. Við erum enga veiðisögur. Já, nákvæmlega. Jú, ég ætla að fara að veiða. Ég er að fara í fyrsta skipt á ævinni í Sandá. Ég var boðið með hópi sem er að fara þar. Talandi eitt springi tilboðið. Ég meina. En ég hafði ekki komið þangað og hún er 100% seld í Excel. Já. En ég hlakka mjög mikið til, ég hef aldrei komið þangað. Og Ég hef nú aldrei giskað það er ekki komið þangað. Nú ertu búin að keyra yfir hann. Já, ég er búin að, hvernig ertu búin að keyra yfir þetta. Og svo er ég að fara í Aðaldalinn, sjálfur að veiða. Og ég ætla að fara eitthvað í vor, ég ætla að fara í Þingallavatnið og ég er að fara eitthvað eitt yfirbót sem ég er búin að gleyma. En svo er ég náttúrulega að gæta. Ég er
Þú ferði en það í völunar? Ég er búin að gæta ég er búin að gæta mig niður í svona 40 daga núna ári en hérna ég verði í sumar ég bókaði minnstakosti 30 og eitthvað daga og hérna en þú ert ekki alveg komið bak við tölvuna? Nei og hérna ég held að ég muni og ég vona að þróunin á næstu árum í mínu lífi verði meira að ég færist bara meiri í gætirið og fjarlægist tölvuna því að hérna þetta er furðulegt og það er erfitt fyrir að lýsa þessu fyrir fólki það að vera svo úrvind á hausti að maður hendir vöðlunum eitthvað inn í bílskúr og maður getur ekki séð þetta og lyktin og allt þetta maður bara, þú veist og svo er komið janúar og sólinni farin og maður, þú veist fann að hugsa hvað er langt í þetta, hvernig byrjar þetta og er búið að bóka mig og hvernig er þetta og hérna og svo komið vor, þú veist, og apríl og maður fer í frost út að veiða því að maður er alveg orðið viðþolslaus ég meina, horfandi á einhverja, þú veist sporðakasta þætti gamla og eitthvað svona í janúar, februar, þú veist nýta flugur og þetta þú veist, og gera mann alveg kolvitlusan en hérna, og það er erfitt að lýsa þessu og ég meina, ég hérna Klaus Frímor, þú veist, hann hefur oft verið að vinna með okkur og ég er búin að þekkja hann lengi, nú er hann að gæta, eða var allavega að gæta líka á veturnar, bara allt árið var hann í Oregon eitthvað svona stílhett? Jú, og niður í Patagonia líka og svona, þú veist og þetta dreymdi mig alltaf að verða mér langaði að geta gætað annar staðar, í heiminum ég hefði alveg verið tilbúin til þess að, ég meina, því miður datti það Ólan að verða langskólagengin þannig hérna ég hefði alveg verið til í að vera lifa bara svona einhverju veiðiróna lífi eins og maður kallar það en ég er nú ekki ég er ekki ósáttur við það hver ég er alls ekki en hérna það skemmtilegast helviti stíft að vera að gæta og þurfa að svara tölvupóstum í hádeginu þá fer svolítið sjarmin að ég veit að það er og hversu oft er ég búin að hérna alltaf leysa einhver mál í hádeginu og svo bara fer ég og legg mig í staðinn og næ blundirum Denni er alltaf hérna hann er alltaf hérna Gísli það er blundur þú veist það er heilagasti tími dagsins að taka Denni er alltaf einhver maður sem er alveg búin að krakka eitthvað lífið gengur út á hann er með alla filosófi og allt í kringum þetta og hann er eiginlega ég geta ekki og ég klárlega ef ég gæta yfir einhvern ákveðin dagafjölda þá bara leggst ég í þunglindi en hann er einhvern veginn getur haldið áfram lón og dón í þessum takti þú veist og svo að vera búin að vera með eitthvað og kynnast, þú veist, fá einhverja Íslinga í 3 daga og kynnast einhverjum hjónum og svo eru þau bara farin og svo kemur einhver næsti þú veist, og ég þarf að byrja upp á nýtt læra nöfnin og þetta en sem betur fyrir er ég í þeirri aðstöð ég er eiginlega að gæta mikið til sama fólkið ár eftir ár sem er mikill kostur ég man einhvern tímann hitti ég Denna og það er nú bara hitt hann held ég einu svona 2 ára áður og það var ykkur haustveiði alveg, þú veist, austfjarðarþoka dauðans og allt einhvern veginn í volley og maður var helvíti slitinn í hérna eftir gætasumarið og allt það þá var hann ennþá Sigþór, hvað heldur þú veitum eitthvað svona seiði skildi þetta hafa mikil áhrif á seiðin hvað skildi við þess mörg seið á dag og það var ennþá til í maður var sjálfur alveg bara ég er alveg orðin frætt hérna Já, og það er fáir sem hafa þetta úttalt sem hann hefur en það er svona lífskústner en ég er svo kynnt svo var maður þeirra ánægja aðnjóðnum að kynnast þessum gætum í aðaldalum líka og þú þekkir þetta gæta samfélag er alveg sérstætt samfélag sameiginleg þjáning það er sameiginleg þjáning og það er sérstætt lingó og brandara sem aðeins við skiljum verða bara súrar þetta er sérstætt líf og hérna en ofboðslega gaman og mér þykir þetta ennþá gaman stórpartur af fíkninni og þannig kemst ég þú veist Palli í veiðhúsinu sagði einu sinni hérna einhvern tímann í viðtali ég veiði í gegnum mína kuna skilurðu,
ég að fá svolítið útrás fyrir þessar veiði gegnum kunnana. Já, ég man eins og fyrir mig skilur og örgulega fyrir þig líka, þú veist, þetta leiðimanns til þess að vera við þessa bestu ár á besta tíma. Já. Þú veist, það ekki raunhæft að ætla að kaupa sér dag, skilur. Nei. Það er bara svoleiðis. Og læra líka í leiðinni. Já, ég fæ kunna sem ég lært af. Talaði ekki það, maður er búin að læra allt sem maður kann basically að kunnunum sín, sko. Þetta eins og Microsoft, sko, sendir út óuppgjöran hugbúnað og lætir svo kunnan að laga. Heyrðu, ég, svona til að enda þetta, þá erum við konum með nýja styrtaræðila í þáttinn, Le Coq, sem eru einmitt á þessu Exeter hóteli sem við sittum á í Magindum og tökum myndir, frábær bar og veitingastæður á næsta þenni. Hann Knútur mikill veiðmaður og hann er dálætaði að spyrja menn eftirlætis veiðistæðurinn, Gísli, svona þegar veiðibakterían vaknar aftur í janúar og þú ert komin á kottan, hvað er þetta að kasta? Vá, sko, ég held að, sko, uppáhaldsveiðistæður minn hefur eiginlega alltaf verið Vífisljót í Selá, alveg, sko, og það er nokkrar ástæði fyrir því en sko, og svo skógakansfylur í Hofsá. Og þetta báðir svona stóri staðir og stóri fiskar og og þetta eru staðir sem að þú getur sko eitt löngun tíma við. Þú getur dúllaðir alla festast heila vaktina. Já, þú getur það og ég hef átt alveg sko ofboðslega ævintýri á báðum stöðum. Eitt ári var ég með Normann í Skógakanshili og við fengum 109 cm fisk, nýgengin hæng sko og í Skógakanshil og það var strax til lags sumarsins. Veittist hann ekki aftur haustið? Nei, það var ekki, þetta er svolítið fyrr. Það var líka sko, kom í Hofsá og svo í Vífisljóti hef ég sko, þú veist, verið fyrir þá sem þekkja þá Vífisljóti svolítið beljandi og hylurinn þannig þegar maður er búin að læra á þetta að það er svolítið hratt vatn og mikill beljandi efst í honum eða semst yfirborðið en undir niðri dýpi og rólegt og þeir liggja þarna undir og það er svolítið kunst að fá þá til þess að koma upp og þannig að sko einu sinni fyrir mörgum ára síðan þá var ég, það var líka gætamennska, það var ekki ég sjálfur, að þá var ég með kall sem var með son sinn með sér og við fengum sko 17, 19 og 22 punda fiska úr Vífisljóti á Collidog nr. 12 veist, lítið dressaða veist, hvernig fætur öðrum það er bara drauma moment veist, í góðu veðri og svona og þetta situr svo í manni og þegar maður er búin að sjá þetta og upplifa þetta þá er þetta svo sterkt að maður bara þetta moment kemur aftur, ég er bara að eyða nógu mörgum klukkutími þá kemur þetta aftur sko. Það er vonin og þannig að sko, þessi staðir eru svona í mínum huga gríðarlega sterkir en það er þú veist ég samt sko ég svona ég fer sko, ég á marga staðir sem ég finnst gaman að veiða á en svo er líka fullt af stöðum sem ég fer ekki á í þessum á. Ég fer með kunnaðanga en ef ég verið að veiða sjálfur þá eitthvað sem trufla mig sem að ég sleppi þessu. Já, þú veist, ég kannast við þetta svona einhverjir fossilir og dammar og eitthvað svona sem ekki skemmtilegt reynsli og svona. Ég nenni þess ekki. Herri Gísli, takk hérlega fyrir að koma í hylinn og leyfa mér aðeins að þjarma þér og taka bara vel í allt saman. Við ætlum að fara að hleypa þér á jökul og bara eða gott sumar og bara allt það besta. Já, takk fyrir það og mjög gaman að koma og ef þið einhvern tímann komið í Vopnafjörðin þá verður það komið í heimsókn og þið eru alltaf velkomnir og no plás, við erum með mörg hús þannig að það er endilega að þið vilja einhvern tímann komið í heimsókn. Við komum næst þegar Helgi Seljan og félagar Kveik koma og fljótuðu með og ég hef ekkert á móti Helga Seljan og þeir með alveg rannsaka okkur allt sem það er ekkert verið að fela eitt en eitt sem við erum að gera. Það er bara gott að vita og ég getum bara svona sagt í lokin að Gísli ríkti sérstaklega í mig og bað mig að spyrja sig allar spurningar sem ditt í hug.
Já, það er hérna, við erum ekkert viðkvæmir. Ef það væri ekki hægt að tala um það og verja það, þá væri það ekki, hvað að segja, verðt að gera? Nei. Herðu, bara takk kærlega fyrir. Takk sem leiðis. Takk kærlega fyrir að hlusta. Mér langaði að segja ykkur frá Facebook síðu þáttarins, Hylurinn hlaðvarp, og einnig að hvetja ykkur til að subscriba og likea þar sem þið hlustið, hvort sem það er á YouTube, Spotify eða Apple Podcast. Takk fyrir.